Gestur Pálmason, stjórnenda og teymisþjálfari, fyrirverandi, vannst í 18 árum við lögreglu og sérsveitarstörf, eða ekki? Jú, ég var í 15 ár í löggunni, 5 ár í sérsveitinni og svo var ég svona verið í, getum kallað öryggisgeirann áður en ég fór í lögguna. Ég fór að læra í lífvörslu og var að vesnast í því eitthvað. Hvar lærir maður það nám í lífvörslu semst? Já, ég tók svona námskeið, námskeið fyrst heima á Íslandi og svo fór ég til Mexíkó, tók námskeið þar líka. Okay. Og það var bara mjög, ég var bara ungur og temmilega vitlaus og það var bara skemmtilegt ævintýri, sko. Og vannstu eitthvað mikið við það? Já, ég fekk svona starf sem að var tengt í, sko. Og svo svona eitt svona auka starf sem var þá alveg þegar voru eitthvað svona stjörnur að koma til Íslands. Ég vann fyrir Snoop Dogg þegar hann kom og eitthvað svona. Þessi bransi var nú mjög ungur þá og hann orðið svona svolítið sofistikeraður í dag, sko. Já. En síðan sinnir náttúrulega sérsveitin þessu hlutverki fyrir svona erlenda gesti þjóðhöfðingja sem koma á vegum erlendra ríkja, þannig að maður var í þessu þar líka eitthvað aðeins. Þannig að, þetta var bara áhugavert, sko. Já, ekki? Jú. Sérsveitin, hvernig var það að vera sérsveitunarmaður? Það var bara óbúslega gaman, fannst mér. Það var það náttúrulega, ég lýsi því stundum sem svona mest krefjandi atvinnuviðtali sem þú ferði í. Það tekur langan tíma og þú veist ekki allt sem þú þarft að gera en þú verður fyrirfram. Og ferlið þannig að þú byrjar í einhverju svona þrekprófum í tíma og það eitthvað sálfræðipróf og eitthvað svona dót og alltaf á leiðinni svona einhvern veginn hópurinn að þynnast út og síðan ferðu á það sem kallað nýlega námskeið sérsveitarinnar, þar sem að þú ferð bara burt í svona tiltölulega ótilgreindan tíma og það bara endalaust verið að prófa þig í alls konar og það dett alltaf ykkur út þar líka og svo endanum kemur út hinnum megin og þá búið að velja þig og þá uppfyllir skilyrðin til þess að starfa í sveitinni og þá auglýsa þér og þá getur þú sótt og þá ertu ráðin til starfa og þá byrja bara rosa þjálfunarpakki. Þannig að þetta langur ferill og þú þarft náttúrulega að hafa klára lögregluskólan fyrst og ég vil hafa unnið eitthvað í lögreglunni á sínum tíma alltaf svona 2 ára regla. Þú veist, þannig að ef að menn að stefna á þetta þá það langur prósess og fyrir mig, þú veist, ég hafði engan íþróttagrunn svo telja mætti, sko. Þannig að ég þurfti bara læra mjög hratt og að fullta mistökum að því hvernig maður heldur sér í formi og hvernig maður heldur sér góðum og hvernig maður forast meðsli og eitthvað svona, sko. Þannig að ég myndi gjarnan vilja að ég vita þá allt sem ég veit í dag hreyfingu og hvað ég þarf að gera til að halda mig góðum en þetta var rosalega skemmtileg tími. Man heyrt líka að sé sko mæntalega einhver slatta af prógrunum sem reyna á því undir háu álagi, eða ekki, í að komast inn í sérsveitina? Jú, ég held að veist, þú ert ekkert spurður neitt, sko. Nei. Ertu loftrættubæki minn? Finnst þér óþægilegt að vera kalt eða eitthvað? Þú ert ekki spurður í því. Það er bara kannað með alla þá þætti sem þið tellir sig þurfa að kanna. Og þannig að þetta er krefjandi og það er mikið álag. En þetta er líka þannig að þegar þú ert komin inn, þá ertu náttúrulega með bara meira og minna fagmenn í hverju horni, sko. Þú veist að ég held ég hef aldrei verið partur af hópi sem þú veist, svona bara svona intrinsikli mótiveraður, sko. Þú veist, það er ekki til sem heitir að hætta að gefast upp eða skilja félaginn eftir eða vera þreyttur í dag eða eitthvað svona, það er bara allavega þekktist ekki þegar ég var þarna, sko. Og
en á sama tíma þá líka gert ráð fyrir að þú getur notað þér höfuðið, sko. Þú ert að taka ákvarðanir og stundum bara mjög alvarlegar ákvarðanir á mjög litlum tíma undir mjög mikil pressu. Þannig að þetta getur alveg reynt á en þegar ég hugsa tilbaka þá fannst mér nú svona fyrst og fremst bara gaman, sko. Sem kemur kannski út í það næsta að þú ert náttúrulega að hjálpa bara leiðtogum og fyrirtækjum allan heim með stjórnarþjálfun og teymisþjálfun og fleira. Já. Þannig að væntanlega eitthvað þar sem hefur kannski þú hefur fengið einhverja innsýn inn í heim eins og hjálpa fólki að taka réttar ákvarðanir og fleira. Já, lögreglustarfið bara per se þannig að ég hef stundum lýst því sem bara doktorsnámi í mannlegri hegðun, sko. Þú ert bara innan alls konar fólk í alls konar aðstæðum, út allt á öllum tímum sólarhrings og þú sérð bara alveg, ótrúlega hluti í því starfi og átt alveg stundum ótrúlega flókin samskipti og stundum ótrúlega mikið álag og stundum þarftu að gera eitthvað. Þú getur verið staddur í endurlífgun eða slysi eða einhverjum slíku verkefnum sem geta reynt á og þannig að þú veist, ef þú dregur alltaf lærdóm af því sem þú ert að gera þá getur þú lært mjög fljótt, þú veist, hvað virkar og hvað virkar ekki. Og það sem ég kannski svona hef síðan lært í seinni tíð að fá svona þeoretist tungumál og tungumál yfir það hvernig ég get miðla þeirri þekkingu til annara sem að ég upplifði þá. Þannig að mér tókst svona með þeim sem ég að vinna með í dag svona fá betri verkfæri til þess að ramma þetta inn og þá svo auðvelt fyrir mig að miðla reynslunni en þess að þetta bara upplifun. Ég hef upplifað bara nákvæmlega hvað gerist þegar að framheilin fer í frí og lokar og slekkur eftir sér og þú tekur bara ömurlegar ákvarðanir og veist ekki, sérði ekki neitt og heyrir ekki neitt og allt þetta, sko. Já, tilfinningarnir fara á bensíngjöfuna og raukhugsun og hegðun og hugsun bara aftur í föst, sko. Já. Bæði upplifa þetta sjálfur og sé þetta í öðrum og þetta alveg fyndið, sko. Já. Það fyndið að sjá það og fyndið þegar maður, sko, líka átt að segja á því að þetta kerfi sem í gangi allan daginn. Að því að þegar veist, ég var í löggunni þá upplifði maður hafði heyrt svona hluti eins og tunnel vision og svona mikla spennu og þetta og eitthvað streitu og eitthvað en upplifunin, þú veist, síðan allt önnur og það sem áhugavert að í framheilanum þar líka meðvindun þín þig sjálfan, þannig að leið og spennustíði verður hátt þá fattar ekki hvað þú ert að gera. Þannig að þú heldur bara, ég er geggjaður, en þú veist, þú ert bara að gera eitthvað algjöra steypu, sko. Þannig að þetta mjög áhugavert hvernig þetta virkar og það sem maður kannski færri vita að þetta system ekki svona on-off rofi. Þú veist, þannig að það gerist eitthvað og þú bara fight, eða það gerist eitthvað og þú bara, ég ætla að hlaupa burtu. Eða það gerist eitthvað þú bara missir máttin í fótunum og pissar á þig, skilur. Þetta eru öfgafyllstu útgáfurnar af fight, flight og play dead viðbragðinu. En þetta viðbragð í gangi hjá þér í raun og veru allan daginn. Mismunandi hvað að gerast. Þannig að þú veist, þú getur fengið eitthvað bara símtal. Áttu BP 491 Volvo, já, hann, það bara keyra utan í bílinn maður og hvað segirðu, þú veist? Leið og það kemur eitthvað áreitað þessu tagi, þá var aðeins byrjað að tikka, þú veist, þannig að þið getur fundið besta hugmyndi sem þið getur fundið, bara hlaup út og reyna aðtóka gerðið og reyna að finna gaurinn, sem ekkert endilega frábær hugmynd, sko. Kannski bara betri hugmynd að fara beint í tryggingafélagið og bara reyna að koma sér í farveg og bílnum á vestað og klára málið, skilur. Þannig að þessir þættir eru of mikið og oft að hafa áhrif á ákvarðanatökun okkar og við vitum ekki eins og því. Þannig að þetta alveg svona heillandi dót, sko. Algjörlega. Ég held að við öll upplifa það að tilfinningarna hafa hlupið mann með í eitthvað og síðan eftir að maður bara hugsa hvað í anskotanum var ég að gera. Já, maður. Það svo leiðis. Það bara ekki partur að vera mannlegu kannski. Algjörlega. En það samt, sko, þegar maður kemur inn í geira, sko, veist, það hefur að mínu viti verið lögð svona ofur áhersla á hugræna færni, sko. Þeir eru óbúinlega klárir sem að
kunna mikið í starffræði eða maður heyrir menn í viðskiptum, þú veist, þetta allar segja bara, það eitthvað tilfinningar í business, sko. Veist, það ekkert svoleiðis. En leiðu þú fer að kafa honi í lífeyrissjóðina, þá náttúrulega áttar á því að kerfið virkar þannig að þú tekur ákvarðanir fyrst út frá tilfinningu og réttlætir þær síðan með huganum. Þannig að þú veist, þegar að þú ferð hérna úr stúdíónu í dag og ringir í frúna og segir, hvað á kvöldmatinn? Ég veit ekki, hvað langar því? Ég veit ekki, hvað langar því? Ég veit ekki, hvað langar því? Tekur þennan dans. Þá endar með því að Anna eitthvað segir, veist, ég var til í spíruna, þú veist, eitthvað, salat, mér langar í salat. Það langar eitthvað, tilfinning. Svo kemur að því spýran leiðinni heima, því að 2 fyrir 1, því ég er með góðan dílar og whatever. Þannig að þá tínum við til svona það sem við réttlætum ákvörðunar með. Og leiðum maður átt að segja á því hvernig þetta system funkar, þá það er líka liður í því að reyna að taka sko betri ákvörðunar. Hvernig fattar maður hvernig þetta system funkar? Já, þú veist, það er náttúrulega verið rannsakað alveg í drep, hvernig við tökum ákvörðunar, hvaða kraftar eru að verki og svoleið, sko. Og sko mótilega það sem að við vinnum með, það byggir raun og veru því að þú ert með frammistöðu á einhverju tagi, alveg sama í hverju þú ert, hvort þetta er íþróttum að námi eða við viðskiptum, þá byggir frammistöðin fyrst og fremst á hegðun, því sem þú gerir. Þannig að ég segði við því að ég veit nú alltaf kallin að fara að taka sér pappabömbulna og vera svona að koma sér í stand. Og svo bara hittust við 2 í næstu viku og í bæði skiptin ég hérna út á mathöll með majónesi bara út á kinn, sko. Þá segir þú bara, hann er nú ekki líklega til þess að gera mikið þessi, sko. Af því að hegðun er auðvelt fyrirbrigði, það er svo auðvelt fyrir mig að fylgjast með þér og segja, já, ok, gera þetta svona, já. Það skrifa strákunum í kífi og segja hann sé ekki að gera frábæra uppfættriða. Leggja mat á hegðun er mjög auðvelt. En hegðun hvílir á öðrum svona grunni í mannlegu kerfi sem er hugsun. Þannig að það sem ég hugsa hefur afgerandi áhrif á það sem ég geri. Þannig að ef áhorfandi núna er að hugsa, hann er bara ekki vitleysingur í þessi gaur, þá er hann ekki að fara að rekistera neitt þess að ég segi þessu samtali. Bara, loka bara. Þannig að það sem ég hugsa og það sem ég hugsa mig, þú veist, ef mér langar að komast í betra stand en er alltaf að hugsa, ég hef ekki tíma og ég geti þetta ekki og veist, ég er nú bara að vera 42 og hann er alltaf gamall í þetta, bla bla bla, veist. Þá er ég alltaf að nálgast æfingarnar í neikvæðu tilfinningulega ástandi sem er vont af nokkrum öðrum ástæðum. Þannig að það hvað ég hugsa hefur áhrif á það sem ég geri sem hefur áhrif á frammistöðuna mína. En jáfnvel þó ég náði stjórn á hugsunni og hugsi, getur þú geggjari backfressi, settu 100 á, get ekki neitt, skilur við. Vegna þess að hugsun hvílir á öðru grunni í mannlegu kerfi sem er líðan. Og líðan hvílir á öðru grunni í mannlegu kerfi sem er tilfinningar. Og hugsun, líðan og tilfinningar er ekki sama fyrirbrigði. Þannig að sko, maður veit ekki alltaf, er ég að hugsa neikvætt og það er svona líður mér illa, eða líður mér illa, það er svona að hugsa ég neikvætt. En líðan er yfirleitt trompið. Þannig ég veit ég á að fara í dag og hlaupa 5 og gera það einhverjum tíma og taka smá æfingar og koma mér í stand. Svo kem ég heim á eftir, það er föstudagur, það er allir þreyttir, það er ný sería á Netflix og tilbúið Dominos og ég fer bara í sófan. Ég veit að ég á ekki að gera en mér líður bara þannig. Ég er bara þreyttur og ég bara halla mér aftur og slaka á. Þannig að, en jafnvel þó ég náði stjórn á líðaninu og segi, líð alltaf eins og, ég er bara $1 million, skilur við. Og þá hvílir það á tilfinningum. Og tilfinningar og líðan er heldur ekki saman fyrirbrigði. En jafnvel þó ég náði stjórn á tilfinningum sem stýra líðan, sem stýra hugsun, sem stýra hegðun, sem stýra framistöðu, þá hvílir þetta alltaf á þessum grunni sem við getum kalla bara lífeðlisfræðilega virkni. Hvernig apparatið er sett upp til þess að fungera. Og í þessu samhengi, þú veist að þá tölum við lífeðlisfræðilega virkni sem svo að öll kerfin í líkamanum aður, hjarta, lifur, lungu, nýra, milta, vöðva, kerfin og þetta, eru stanslaust frá því í móðukviði og þannig til að game over að senda skilaboð upp í heilan hvað er að gerast í þessum kerfum. Rafmerki, rafsjölmerki, þrýstibylgjur, efnaskipti, alls konar leiðir til þess að láta heilan vita hvað er í gangi í kerfinu. Og ef við tökum öll þessi merki frá öllum þessum kerfum saman í hníkil, það er tilfinning. Þannig að allir eru með tilfinningar. Líka sérsveitamenn og líka löggur og líka foreldrar og viðskiptafólk og allir með tilfinningar. En við erum ekkert endilega öll með líðan, því að líðan
hugræna færnin mín til að setja réttan limmiða á það sem að gerast í kerfinu. Þannig að þegar ég þú veist, ég var alltaf svo skelfilega flughræddur í Oldis, sem ekki heppilegt þegar maður mikið að vinna í flugvélum, að ég var spurði bara, Gessi, hvernig þú? Ég bara góður maður. En þú veist, inn í mér var allt bara rauðglóandi, sko. Með hjartslátt, bara sveitur í lófum, þurr í munni, maginn og kolvi. Allt þetta eru lífeðlisfræðileg merki. En ef ég kann ekki að hlusta á þau og merkja þau rétt, og þá læt ég bara tilfinningarna stýra mér einhvern veginn í eitthvað. Þannig að þú veist, þetta eitt af því sem maður þarf að skilja ef þú ætlar að taka góðar ákvarðanir, þá verður að vita hvernig lífeðlisfræðileg virkni, hvernig þú metur áreiti, hvernig það hefur áhrif á það sem að gerast í höfðun á þér. Og leið og þú verður færð negatíva spennu eða streitu, að þá ertu byrjar að kroppa af því sem í framheilanum á þér, bara færninni sem þar. Þannig maður verður að læra að þekka enn á lífeðlisfræðina sína og... Já, ég meina það ástæða fyrir því að fólk segist, þú veist, fá betri hugmyndir þegar það fer í jóga, fer út að hlaupa eða stundar hugleiðslu eða eitthvað, þú veist, allir þessi virka efnið í öllum þessum þáttum í raun og veru öndun sem stillir af hjarta og hjarta í samstiltu ástandi stillir af öll önnur kerfi líkamans. Þannig að þú veist, allt virkar þetta og það ákveðið samband milli í raun og veru kviðar, hjarta og heila í gegnum vakustaugina sem kallað og ef að þetta kerfi samstilt, þá hefur aðgengi að öllu sem í framheilanum sem hýsir til dæmis færnina til að hugsa út fyrir kassan, getur til þess að greina, koma nýjar hugmyndir, fullt af góðu dóti sem þú þarft til þess að leysa flókin vandamál, sko. En ef þú veist alltaf bara á stressinu, þú veist, og fundið verið fund og þetta og alltaf gera þetta, þá minnkar meðvitund þín þig og tilfinninga einar, samskipti alveg dramatist. Þannig að þess vegna fyrsta skrefi mjög oft að byrja á lífeðlisfræðinni og frekja sér síðan upp. Þannig getur maður breytt frammistöðunni á býsna skömmum tíma. Þannig að það lífeðlisfræði, það líðan í rauninni. Lífeðlisfræði, tilfinningar, líðan, hugsun, hegðun, frammistaða. Yes. Þetta er grunninn sem þetta byggist upp í mynd okkur bara húsir. Já, og þá getur þú tekið betri ákvarðanir og verið betri í sambandi við sjálfa með þetta að velja kannski hvernig þú bregst við alls konar hlutum, bætt samskipti inn og allt þar fram til göttunum. Já, það er mjög mikið unnið með því bara að skilja þetta, því að auðvitað náttúrulega getur þú gripið inn í kerfið með mismunandi leiðum á mismunandi stað, sko. Þú ert stansast að hugsa djöðlir þá það ekki líðan, það hugsun. Og það engin líkamlegur sársauki fylgjandi fyrir mig að hugsa maður djöðlir. En ef ég gera það nógu lengi og fer að trúa sögunni, þá get ég fer að fá alls konar líkamlega kvilla, óþægindi og líðan sem þessi þungur og allt þetta, skilur. Þannig að það eru tengsl á milli. En líðanin yfirleitt trompið. Við höfum tilhneigingu til þess að stjórnast frekar af líðan heldur en því sem við hugsum. Af því að ef við gerum það ekki, þá mútt allir hugsa sér í gimmi á hverju meinasta degi. Já. Og hugsa sér í salat á hverju meinasta degi. Og því við vitum þetta flest allir, skilur, hvað við þurfum að gera. En stærsta spurningin er hvernig við gerum það. Já, maður, vandamálið felst ekki í þekkingu, sko. Nei. Enga veginn, sko. Það sjaldnast. Já, maður getur að hugsa svo mikið mörgum af þessum hlutum, en samt bara einhvern veginn gerum það ekki. En maður getur svo bara að hugsa, það hefur ekki áhrif á lífeðlisfræðinni hjá manni, sko. Nei. Þess vegna, og ég ofta að ræða þetta, við bæði faglæra og ófaglæra og allt það, og menn segja sem ég bara hjartanlega ósamlega. Já, ok, lýstu fyrir mér aðstæðum. Já, ég til dæmis í morgun, þá vaknaði ég 6 og ég ætlaði að fara í gymið og mér langaði ekki hver einasta fruma í líkamannum sagði bara nei. Ég svo, hvað gerir þú? Að ég fór í gymið. Af hverju? Af því ég bara neytti mig, ég hugsaði bara og sagði, þú verður að fara í gymið. Ég sagði, af hverju gerir þú það? Af því mér líður svo vel á eftir. Endur þetta við það? Af því mér líður svo vel á eftir. Þannig að það er líðanin sem dregur þig.
Það er ekki, vá hvað ég ætla að hugsa skýrt þegar ég er búin að taka það í... Eftir að hugsa jákvætt því. Nei maður, það er líðan. Við erum komið langt inn í þetta, sko, sem tengist kannski fyrstu fullyrðingunni eða spurningunni. Það er rauninni bara svolítið vítt, en botnaði þetta, leiðtogahæfni er? Leiðtogahæfni er að hafa meðvitund hvað er að gerast inn í mér, hvað er að gerast á milli mín og þín og hvað er að gerast í því sem við erum að gera. Ef við höfum vitund í öllum þessum 3 vítum lífsins, þá er þetta leiðtogi. Ef ég veit bara hvernig ég á að gera það sem við erum að gera og ég get sagt þér hvað þú átt að gera, þá er ég stjórnandi. En leiðtogi, hann hefur einhverja færni í hvernig hann stýrir sinni eigin líðan, hvernig hann tengist öðru fólki og síðan einhverja þekkingu á því sem hann er að gera. Það er samspil með þess að þriggja þátta. Já, í mjög stuttum máli. Í mjög stuttum máli, já. Þá er það. Og þú veist, og ég spyr oft, ég meina, hvort sem það eru teimin eða einstaklingar, ég segi, ok, Beggi, segðu mig hvað þú búin að vera að gera í dag. Og þú getur rakið fyrir mig frá því þú vaknar. Ég gerði þetta, fór í ísskápinn, fekk með þennan mat, fór hérna, kisti kona bless, fór út, gerði þetta, átti þennan fund með þessum, hitti þennan var að þjálfa þarna, gerði þetta og hitti allavega. Þannig segja, ok, getur þú farið yfir fyrir mig alla sem þú hefur hitt og eðli sambandsins við þá og hvort það var að batna þegar þú hittir þá eða hvort það var að versna? Já, ég get alveg sagt þér hverja ég hitti, ég veist, já, kannski, ok. Getur þú sagt mér hvernig er leið? Hvernig er við liðið hverja einustu sekundu frá því þú vaknaðir? Þegar þú fórst fram, þegar þú opnaðir ísskápinn, þegar þú feistir að borða, þegar þú kisti konulega bless, þegar þú fórst að fyrsta fundin, þegar þú bara deer in the headlights, bara blanko. Og það er vegna þess að við erum með ótrúlega, við verjum litlum hluta af meðvitundinni í það að hugsa bara hvernig við höfum það, nema við höfum það mjög slæmt. Þá fer mjög stór hluti að Þannig að hluti af þessu er að átta sig á því að þessi hlutir er alltaf að keyra samhliða. Þannig að ég og þú hvað erum við að gera? Við erum að taka upp podcast. Þannig að ef tækningur myndi reka inn nefið þetta núna, að það myndi segja, er það að taka upp strákanir sem er það sem við erum að gera. Á sama tíma, þegar við erum að verja saman tíma sem við hefum ekki gert áður, að tala um hluti sem við hefum ekki gert áður, þá er sambandið okkar að taka breytingum. Þannig að ég myndi heilsa þér í kringlunum og morgun, nei, blessaði ekki maður, hvernig fannst þér þetta ganga og bla 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 bla. En á sama tíma eru bæði ég og þú akkurat núna með hugsanir, líðan, tilfinningar. Ég er að segja, ég vona að skilja þetta, vona árið að skilja þetta og þú veit eitthvað, hvað er þessi gaur að tala um? Og allt þetta er í gangi á sama tíma. Skilur, þannig að hafa vitundina hvað er að gerast innra með mér, á milli okkar og í þessari upptöku hér, að það skiptir máli. Og svo er fjórða vittin, ef við getum kallað það, er hversu þroskaður eða sofistikeraður þú ert í hverri vitt fyrir sig. Þannig að þú getur verið frábær í að byggja upp sambönd, en fella lélur í tæknimáli með það. Þú getur verið frábær spyrill til að fá mig til að, tveimur spurningum, fá mig til að treysta þér og segja allt sem er dettur í hug, bla bla bla. Eða þú getur bara verið frábær í að stýra einn líðan eða ákvæða hvernig þú hlustar eða eitthvað þess. Þannig að við getum endalaust verið að svona sofistikera, þroska okkur, gera okkur örlítið betri á öllum þessum sviðum. Þetta þriðjarsvið, er það bara aðstæðana sem þú ert í? Eða... Það sem við getum sagt er að þetta er svona, við kalla á enskunni the objective rational world of it. Allt sem ég get séð, mælt, tekið á, réttir, þú veist, það er það sem við köllum bara það sem þarf að gera, allt sem ég get gert. Og við sjáum það við séum það með leiðtogana að þeir eru að verja 80-95% af tíma sínum og athygli í það sem þarf að gera. Þannig að þeir mæta í vinnuna og segja, ok, ég þarf að taka þennan fund, ég er að gera þetta, ég er að klára að lesa þetta, ég vil skilja þessu, taka ákvörðun þetta, þeir eru bara að gera. En það er enginn sem að bókar fund eða gefur sér tíma sérstaklega til að segja, jæja, Beggi, nú þurfum við að læra að treysta hvorum öðrum betur. Þannig að við skulum ræða það en síðan bara hvernig við getum gert það. Það er enginn í því. Það er enginn sem er að taka sér, nú ætlum ég bara að taka hérna 15-20 mínútur og aðeins að setjast inn bara á
aðeins svona bara slaka mig niður, þessi dagur er búin að taka svolítið mikið úr mér og ég finna það fyrir að hafa áhrif á hvernig ég tek ákvarðanir. Fáir í því. Bara keyra áfram. Bara keyra áfram. Og svo þegar vinnudagurinn er búinn, þá bara byrja nýr listi. Það var að sækja börn og skutla börnum og fara í búðina og kaupa matinn og elda og láta lesa og hérna ryksuga heima og sitja í þvottavélina og veist, svo bara 11 á kvöldin, það bara veist, og svo bara byrja nýr dagur, sko, bara repeat. Þannig að og fæstir veita þessu athygli fyrir þeir eru konur á miðjan aldur og fá bara gamla góða ofsakvíðakastið að vera allt í einu þunglindir að fara lítið í kringum sig og byrja hvernig er ég búin að vera í þessari vinnu í 20 ár maður, veist hvað, ég ætla aldrei að gera þetta og eitthvað svona. Það er bara eðlilegur hluti af progressioninu ef þú tekst á við spurningarnar. En þú veist, þroski og þegar maður tala development á enskunni, sko, sem er kannski líkara þróun, en í raun og veru er þetta kannski þroski og íslensku notum við orðið þroski bara voða mikið kringum börn, sko, að búa kortleggja þroskaferli barna. En við getum þroskað okkur á fjölmörgum sviðum bara til dauðadags og það er mjög mikilvægt að við gerum það vegna þess að auknum þroska fylgir bara aukin hugrænfærni, aukin færni í líðan, aukin færni til þess að taka fleiri inn í myndina þeirna, hugsa til lengri tíma í stærra mengi, mjög margt fengið með auknum þroska. En ef þú ert eitthvað líku mér, þá hélt ég bara að þegar ég var 20 ára og kom með bíla og húsnæðislána, ég væri bara fullorðinn og þannig væri það bara. Og ég horfði tilbaka á þann gaur núna og veist bara, dear Lord, sko, hvað? Þú veist, þannig að og það er eins með vinnuna, ég meina, ég fullt að liða sem sótti mig í lögguskólan, ég komst í lögguskólan og byrjaði í löggunni og ég sagði, ég held ég sé nokkuð með góð tök á þessu starfi, sko, þetta passa mig vel, sko. Spóla fram 10 ár, sko, og þá horfði ég bara tilbaka og sagði, þessi strákur vissi ekkert, en 10 árum síðar, þá var maður farin að skila alvöru virði, þá ertu búin að gera hlutina oft, þú er búin að vera í ólíkum deildum og þannig að skilja kerfi miklu betur, hlutverki miklu betur að bara, þú færar stærri mynd. Fyrstu dagana bara nóg að vita hvar bláuljósin er og hvernig þú kveikir og slekkur að þeim og talar í talstöðuna, sko. Allt hitt er bara að reyna að halda lífi gennum daginn, sko. Þannig að þú veist, við getum endalaust verið að þroska okkur og ættum í raun og veru að mínu viti að einbytta okkur að því að gera það, sko. Að staldra eins við, ekki bara að keyra áfram að gefstu tími að fylgjast með sjálfur sér, sínum hugsunum, samböndunum, það sem það er að gera. Já, það er mikið fengið með þessu, sko. Að reyna að svara einhverjum að þessum spurningum sem að þú varst að þylja upp, sko. Mjög mikið. Já, ég held að sé alveg sammálaður, ég held að sé rosa svona algengt að maður keyri bara áfram. Maður ætlar að vera maður svo duglegur og maður er að gera alls konar hluti síðan bara, ég held að sé algengt að maður staldri ekki nógu oft við þú bara, er ég að gera virkilega hlutina sem ég vil vera að gera þú veist, hvernig líður mér almennt séð, bara eins og þú talar áðan, yfir daginn, hvernig eru samböndum mín, eru þau að vera betri í dag en voru í gær og svo framvegis, sko. Ég held að það sé svolítið, þannig að sko, verkefni sem við ert að tala að þroskast, það er í rauninni að þekkja inn á þessi kerfi eins og við tölum áðan með sjálfum sér og þekkja hvernig maður getur haft meiri val til dæmis í sínum ákvörðunum og sínum kannski daglegu hluti sem maður gerir en að samaskapi líka að vera hafa væntanlega góð áhrif á tengslinn í kringu sig eða virkja það sem í þeim býr eða að haga þeim betur. Já, sko, það eru, þú veist, þú getur mælt mannfólk á fleiri 100 mismunandi vegu, skilur við, framistöðu, allt frá því að taka blóðpröfur og yfir í bara framistöðu í, þú veist, sjálfsmatskvarða og sálfræðileg möt og getur gert alls konar hluti til að mæla fólk. En í þessu umhverfi sem allavega ég starfi í, sem er svona þetta vestræna corporate umhverfi og svo reyndar eitthvað með íþróttamönnum og öðru fólki líka, þá hefur við svoðið okkur svona niður á það, þetta séu kannski svona 8 línur þróunar eða þroska sem eru kannski svona líkil línur í því samhengi. Og fyrsta línan er það sem kallað svona physical línan eða líkamlega línan. Og hún hefur ekkert að gera með vöðva, heldur með bara eiginlega orku. Bara hversu mikla orku hefur og hver eru gæðin í orkunniðinni. Þú ertu farin að geta Snickers klukkan 1 á daginn til að reyna að þrauka,
eða ertu kemur heim 11 á kvöldinu og bara, ég er bara til að taka leta 10 núna, það bara, er nóg til á tanknum. Og orka skiptir mjög miklu máli. Og og það sem, eitt af því sem gerist að fólk náttúrulega brennur út í starfi að það missir orkuna. Það vera bara lífelsæðilega breytingar, heart rate variability, tekur breytingum og þetta eru mælanlega hlutir. Hitt síðan hugræn geta, hefur bara næg hestöfli í höfðinu til þess að gera það sem þú ætlar að gera, hvort þú ætlar að reyna að kljúfa atómið eitthvað staðar eða bara keyra götu svo bara, þetta er bara nógu klár til að átta því hvað. Hefur tilfinninga á félagsgreind, getur þú þekkt eigin tilfinningar, getur þú þekkt einn á tilfinningar annara, hver eru gildin þín, eða gildakerfin, og gildakerfi eru svona léleg þýðing á ensku orðinu value sem því eiginlega virði, hvað það sem hefur virði fyrir þig. Og þetta er svona og síðan er 5. línan fullorðins þroski eða ego maturity, og þetta er það sem maður kalla svona 5 innri línur sem að skipta mjög miklu máli. Og það er mikilvægt að átta sig á hverri fyrir sig og reyna að vinna en hverri fyrir sig og maður samþættir þær aftur inn í kerfi. En ef við gæfum okkur það að ég geti maxað alla þessar línur, ég væri bara bestur í fullorðins þroska og þróast að gilda kerfið og allt þetta, þá þýðir það mjög lítið í okkar samfélagi nema það komi út í svona þessum 3 ytri línum sem eru hvernig ég haga mér, hvernig ég tengist öðru fólki og hvað áhrif ég hef. Ég geti bara verið, Dalai Lama innan og vita bara sannleikan lífið, en ef allir halda ég sé bara vitleysingur, þá bara lenda hugmyndi mína hvergi. Þannig að það hverjum ég tengist og hvernig ég tengist og hvað áhrif ég hef í networkinu, það skiptir mjög miklu máli og það veltur dálítið að því hvernig ég haga mér. Ef ég kem allstað bara með eitthvað roka á yfirgang og leiðindi og eitthvað, þá veit það enginn að leika, sko. Þannig að þessar línur skipta máli, það er hægt að mæla allar og skoða og geta sagt manni mjög mikið þannig að við eigum okkur öll svona sem að geta kallað samþætta kennitölu, þannig að ég er hér í orku og hér í fullorðinsþroska og hér í gildakerfi og hér í tilfinningu félagsgreind og hér í tengslum og eitthvað, en þú ert kannski bara hér í orku og hér í fullorðinsþroska og hér í tilfinningagreind og þannig að við erum öll misjöfn þarna en eigum okkur öll eitthvað svona kennitölu, eitthvað línu, eitthvað mynstur og í öllum þessum þáttum er hægt að vinna en það er alveg sama hvaða sérgrein þú skoðar, ég meina hvort þú skoðar læknisfræði eða viðskiptafræði eða hagfræði eða hvað er, það er ekki mikið lagt upp úr sjálfsþekkingu eða hvernig þú myndar sambönd eða hvernig þú leiðir aðra í þessum fögum. Það eru fög sem er að kenna eða bara spesifískar hluti, umgerðir, kenningar og eitthvað. Svo ferðu og farð starf í þessum geira og svo kannski 5-10 ár inn að þá segir eitthvað, nú er þú næsti stjóri, þú ert, við heldum að þú sést maðurinn. Og þá allt í einu þarf að fara að eiga samböndu kannski 40 manns í deild sem þú átt að stýra og og þá bara eru allt aðri hlutir sem koma þar að notum heldur en hversu vel þú getur diffrað eða hvort þú getur núvirt einhverjar framtíða greiðslur þannig að það bara breytir leiknum. Það er svona hvernig getur maður orðað ég lýsi svona að stjórna á þess að leiða í rauninni að stjórna sig á kant að vinna með að þekta verkefni og ferla og eitthvað svona skilur þetta sem er svona staðreyndir sem þú kannski lærir sem finnst mér leið að vera meira hvernig tengistu þínum tilfinningum og hvernig nærði besta á fólkinu, hvernig tengistu fólkinu í kringu og svo var að segja og mér finnst það meiri einhvern veginn list í rauninni. Já, það er erfiðara vegna þess að yfirleitt kemst maður eitthvað áleiðis í því sem maður er að gera af því maður er góður í því. Já. En grundvallar breytingin sem verður þegar þú fer að leiða aðra sem eru góður í því er að þú hættir að móka skurðinn og þú fer að biðja aðrum að móka hann fyrir þig og þú þá að yfirsýn yfir hvað allir er að móka og hvað er að gera og hvort þið sem að fara með skurðinn í rétta átt og allt það Já. Það gengur rosa illa þegar þú ert sjálfur á skóflunni og onni Og stundu kannski gert ráð fyrir að þú kunnir bara
að hjálpa öðrum að skópla á móka Já, sem kannski ekki í raunin eins og þú talaður án sko. Nei, það ekkert endilega, það helmingurinn á skurðinu segir bara, hvað vitleysingur er þetta, ert þú ekki að segja mér hvað ég á að vera að móka og eitthvað svona og hinn helmingurinn eitthvað, ég skal bara alltaf að móka fyrir hann gaur, skilur og maður sér þetta oft til dæmis í íþróttunum að þú sérð alveg munin á liði sem að tilbúið að hlaupa ekki vekk fyrir hvern annan og þjálfaran og liði sem bara alls ekki tilbúið í það þú veist, ef þú tekur hvað úrvalsdeildi í knattspyrnu sem að þá eru þar meir og minna allt leikmenn sem eru búin að æfa fótbolta frá 6 ára aldri, þeir eru búin að gefa 5 miljón innanfótasendingar og 30 miljón fyrirgjafir og taka 40 miljón spretti, allir búin að gera það sama einhverjir hafa átt að segja á mataræði og eru að vikta í sig og eru að passa upp á það og nóga próteini og allt það einhverjir eru búin að átt að segja á sjúkraþjálfun og allt það en sko þau svona stopp sem ég átt í þeim heimi hafa leitt með það að ljósa flestir þessara stóru klúbba úti þeir eru ekki með íþróttasálfræðinga í vinnu eða eitthvað fólk sem að hjálpa leikmönnum með líðan og líðanin hefur mjög afgerandi áhrif á frammistöðuna ef þú ert í einhverju vesinni heima fyrir eða ekki ánað með stöðina eða finnst þú vera að spila illa hvað það sko og getur ekki breytt í hvernig þið líður gagnvart því sem þú átt að gera þá ert alltaf á subpar frammistöðu eða þér finnst bara hinir 10 í fótboltaliðinu vera bara hlaup ekki nóg og ger ekki nóg og ég eitt að bera þetta allt upp í maður og hvað því hinir að gera og eitthvað þá ertu bara að dæla kortisóli og yfirleitt adrenalín í íþróttum út í blóðið sem er að vera frammistöðu hamlandi sko að einhverju marki þannig að þetta skiptir mjög miklu máli að þú áttir þig á því þú veist hvað er að gerast með þér og hvernig áhrif það hefur á frammistöðuna og mér hefur fundist það er kannski meiri vakning í þessu núna en þetta hefur verið alveg veist, ég hef komið í mjög stóra klúbba sem hefur verið mjög hissa á því hvernig menn nálgast þennan hluta af því að þarna úti menn að kaupir eitthvað 16 ára Brasilíumann sem alin upp bara nánast í fátækrakörfið sko flýgur honum halva leiðin yfir nöttin til Ítalíu hendur honum inn á völl hann er fyrsta leið hinum með á nettinum án fjölskyldunum sinnar hann er ungur og hann spila fyrir framan 80.000 mann sem allir að baula á hann og ert svo hissa á því að hann sé ekki að standa sig þannig að en það vantar ekki að menn eru góðir í tækni og góðu þreki og við kunnum það allt öll þessi lið eru með þú veist, þannig medical tíma ef þú slítur crossband þá geta bara sagt við já, ok, heyrðu bara 17. júní klukkan 16:40 þá máttu hlaupa svona mikið og svo gerum við þetta og svo förum við í laugina og svo gerum við þessar ræfingar og svo bara verður við farin að spila bara 11. október leikur og þá mynd þú spila og það verður allt í góðu af því að þetta eru hlutir sem þú getur observað og mælt og allt það en af því það er ekki nægileg þekking nægileg vitund þá þekkingu sem hefur komið út úr sálfræðinni og út úr allskyns rannsóknum svona almenn þekking og menn ég erfitt með að tengja ef ég ræð þennan íþróttssálfræðing og hann kostar þetta marga milljónir þá garantýta að leikmaðurinn verði geggjaður eftir 6 mánuði og það er þetta erfitt að segja þú veist, það er margir partar á hreyfingu og getur ekki endilega sagt já við þessari spurningu þú getur sagt það er frekar líklegt en ef þú tala við skurðlækni og hann segir bara já, ég tek bara þessa sín hérna og setja hann bara þarna og svo hann að fasta og þá gerir þetta svona og líka minn laga sér í ungu manni og svo þetta lengur tíma þetta bara, hann mun geta spilað aftur í október ok, bara shut up and take my money sko þannig að þarna liggur þessi munur á þessum vittum sem er það sem við erum að gera og það sem er í sambandi fólks og öll þessi disciplini minna sálfræðin markþjálfarnir þú veist, geðlæknarnir, læknarnir það grundvallar atriði að sko, ef það er ekki traust á milli þess sem er að veita þjónustuna og þess sem er að þiggjana þá er alveg sama hvaða meðferð eða æfingu eitthvað þú kastar á, það gerist ekkert sko. Boltinn dettur bara niður og það er alveg frábærar rannsóknir í kringum sko, man ekki hvar ég sá hana það var rannsókn sem var að útlista það að ég held að það veri sko 60% af fólki sem átti við sko lífshættulegt blóðþrýstingsvandamál að stríða sem var hætt að taka lyfin sín eftir 6 mánuði
og menn voru að spyrja, og hvers vegna þetta? Jú, það vegna þess að koma á daginn að fólk upplifði að það vera að styrkja hugmyndina að það veri veikt með því að taka lyf og það vildi ekki vera veikt. Þannig að jafnvel, aftur, þegar við vitum hvað gott fyrir okkur, þá gerum við það ekki að því það að styrkja ykkur að mögulega ranghugmynd sem við erum með í hausnum, sko. Þannig að þetta er bara stórkostlega fascinating leikvöllur að vera á og við vitum svo margt, en það ekki nóg mikið í almennri þekking og almennri umferð, sko. Nei. Ég bara eitthvað svona tiltölulega sko einfalt ef maður hugsa út í bara eins og spennustig, svo kalla íþróttunum bara hvað spennustu fílaru? Viltu vera rólegur, eða viltu vera smá stressaður, eða kannski bara þokkalega stressaður, eða viltu bara svona ekki upplifa neitt? Ok, hvernig ertu núna á þessum degi? Hvernig vaknaðu, hvernig ertu fyrir leik? Ok, hvaða verkfæri hefur til þess að koma þér niður í spennustigið, eða koma þér upp í spennustigið? Þarftu að taka öndunaræfingar úr þú stressaður? Þarftu að keyra þig upp og setja meiri press á sjálfa þig eða þú ert of langt niður í, skilur mig? Þess maður hefði viljað kunna þetta miklu fyrr á ferlinum, allan að ég tala bara fyrir mig, sko. Að læra inn á sjálfan sig og læra inn á verkfæri til þess að koma sér í þessa ákjóslega stuð, þar sem þú ert bara í flæði og þú ert bara standaði ógeðslega vel. Og það bara svona þín svona hámars framistæða og bara ástand sem þú ert bara bestur í, held ég. Já, maður, þú veist, það eru mér finnst alveg ótrúlega gaman, þetta er svo gaman að horfa þetta í íþróttum, af því að íþróttir eru svona, þú færir mjög fljótt endurgjöf í íþróttum. Og þegar þú horfir á 90 mínútna fótboltaleik, þá getur þú strax spotta þá sem eiga erfitt með að skilja þessi mistök. Þannig að þú veist, bakvörður sem gefur eina lélega sendingu upp á miðjuna, klúðrast og menn anstæðingur tekur boltanum menn fá þessi mark og hann bara byrjar að draga sér í hlé, vill ekki fá boltan, ef hann fær hann reynir hann að koma hann strax af sér, áður hann dregur í sig mannin, þú veist, þú fyrir að sjá alls konar hluti, þess að menn bara fara að reyna að fela sig á vellinum því það er óöryggi. Þannig að bara færnin til þess að kunna að segja, ok, þetta gerist, það er eins og það er, nú skulum við samþykja það og svo ætla ég að beita einhverju tækni til þess að koma mér aftur yfir í peppað, jákvætt, gott tilfengilega ástand, mun að njóta þess sem ég er að gera þetta, að þú veist, jafnvel þó að, og maður hittir oft íþróttamenn, þú þekkir örugglega líka, sem að sko, jafnvel í næsta leik er ekki ennþá búin að jafna sig á vítinu sem þið fengi á sig í síðasta leik, sko, og það er heil vika búin að fara í að vera bara djöfusins helvítis maður, hvernig get ég verið svona, á hverju er að tæklin í teig, þú veist, alveg í þessu. En það sem menn viti ekki er það sem þeir eru að gera er að þú heldur þér svona í neikvæðu tilfinningulega ástandi, þá ert að dæla kortisóli og ert í hvíld asiltílkólinni út í líkamann og þetta eru katabólisk efni. Þannig að þú ert að tefja hjá þér endurheimtina með því að dvelja þarna. Þú veist, og þú ert kannski búin að gera það í viku. Þannig að færnin til þess að segja, ok, þetta var svona, þetta var þessi leikur alltaf, eða bara þetta gerist á 50 mínútu, nú er komið 15. mínúta og ég ætla bara að skilda við mig. Hún getur bara skilið á milli hversu fljótur þú ert að endurheimta og það náttúrulega hefur að gera með bara framistöðin og æfingum og í leikjum og en líka bara hvernig þú nálgast íþróttina með það fyrir augum að hvort þú ert ennþá að fara að vinna leikinn eða hvort þú ert bara búin að tapa honum á 50 mínútu, sko. Algjörlega, ég er svo spot on með sko, ég held að margir tengi það að gera mistök kannski bara í fyrirháleik á 50 mínútu og þú hugsa bara leikurinn er búinn. Ég er bara búið, ég er bara umlegur í þessu leik og ég get talið upp augnablik sem ég var bara þannig í leiknum, bara leikurinn er búinn, skilur mig. En það meikar ekkert sens að leikurinn sé búinn eða bara 5 mínútur búnar, sko. Það eru 85 mínútur eftir, sko. Og það sem er áhugavert, mér finnst áhugavert, er ég hef svolítið, ég hef unnið með atvinnumönnum í knattspyrnu sem eru konið langt inn í sín feril og eru að hætta og svo líka öðrum sem eru, og eins og þetta verðist vera núna menn svolítið mikið að fara hérna til Norðurlandana og menn eiga sér allir náttúrulega að drauma um að komast eitthvað áfram og fullt af penning og gunsbitches og ít og eitthvað, eins og menn segja en svo kannski gerist er svona ákveðið svona ferli sem að mest mjög áhugavert sem er það að menn fara erlendis í lið sem eru þá jafnvel sterkari en liðin sem voru hérna heima og allt í einu eru bara, þú veist, 6 gæjar á bekknum sem eru alveg jafn góðir ef ekki betri en þú og þú þarf virkilega að fara að berjast fyrir þínu sæti í liðinu eða hvað það er og það gengur ekki nógu vel og það sem að íslensku strákarnir gera þá
er að þeir taka svona það sem að mér langar að kalla með fullri vinningu svona gylfa sig skólan. Það er bara, nú þarf ég bara að vera lengur út á velli, ég þarf að borða ennþá hreinna fæði og ég þarf bara að æfa ennþá meira. Þú veist, og svo gera með það og það gengur samt ekki upp og það bara farið ennþá, veist, og bara á endanum erum með, og maður heyrir sögur, því menn eru bara reknir heima á æfingasvæðinu, þú ert búin að vera inn í allan dag, farið heim og hvíldið og eitthvað. En það sem gerist á leiðin er það að þeir skera út allt sem er skemmtilegt. Þeir hætta að fara í bíó með vinunum, þú veist, þeir hætta að stelast í 1 og 1 vínabrauð eða hvað það er, sko. Þeir hætta að, ég veit ekki, fara á bílasölur eða fletta tískublöðum eða skoða úr eða bara hvað það er sem þið finnst gaman. Ég verð að hætta þessu að ég verð að vera betri, að ég verð að halda dillum, að ég vil ekki fara aftur heim með skottið milli lappana og þetta er sagan sem fer á stað. Og það getur bara verið alveg ógeðslega gaman að útskýra fyrir mönnum, sko, ok, þetta er það sem þú ert að gera, en ef þú gerir þetta frekar svona, hugsar þetta svona, sína hvernig það virkar, þá allt er bara, já, veist, menn fatta þetta leið. Þú ert bara komin ón í kaninuhóluna á hreinum háragraut og endalega sem sprettaði einhverjum fyrirgjöfum, skilur það verður að vera gaman. Og ástríða, þú veist, hefur hæstu fylgni við velgengni á öllum sviðum mannes lífs og elskar það sem þú ert að gera, þá gengur þið betur. Þannig að þetta verður allt svo alvarlegt þegar menn eru konur út í hinn stóra heim. Og ef þú ætlar að horfa á það þannig, þú veist, ég er ekki að segja að þú eigir ekki að vera professional og ekki borða holt og allt það, en þú verður að finna leiði til þess að hafa gaman. Ég held að þetta er svo áhugaður pæling til að Aron Jóhannsson sem er ágætis vinur minn, hann spilaði hennar sem valdi bandaríska sannslið og hann harðlega gagnrýndur fyrir það, en hann spurði mig Beggi, af hverju á ég árangri? Ég sagði einmitt þetta, sko, þú fæstilega hefur bara ótrúlega gaman af fótbolta, þú ert með ástríðu fyrir því, þú ert alveg, tekur hlutunum alveg þokkal alvarlega, en þú ert samt ekkert að stressa þig á hlutunum. Þú ert ekkert að stressa að þú fáir eitt súkkulaðbita eftir matinn, eða þú ert ekki að fá alveg 100% áttímasefn, eða þú ert ekki að gera alla þessa hlutu 100%. Þú ert bara svona jolly. Og ef hvað gerist, þá bara gerist það, og síðan ertu bara ekkert að taka svo alvarlega, sko. En samt að taka svo alvarlega, skilur mig. Ég held að þessi sem bara líka í lífum, sem hún nefnir að það er náttúrulega að hafa ástríðuna og þegar maður er farin að taka allt og alvarlega og ekkert sveigjanlegur, þá verður þetta bara leiðilegt, sko. Þá verður þetta færist frá því að vera skemmtilegt, gaman, þú veist, play, í bara work, í bara vinna. Akkurat. Og hvað gerist þá? Fyrir að líta á þetta sem vinna hérna. Akkurat. Og það er það sem að, veist, minn starfsferðil er bara lagður af því að ég finn eitthvað sem að mér veist gaman og gera það, og svo aldrei, er ég ekki með mentunin í það? Fyrir ég að sækja mér eitthvað mentun og ég alltaf síðan fundi fyrir því að einhverjum tímapunkti er þetta bara orðið vinna. Meiri sé að klæða sig í gallan, taka vélbyssuna, setja hann í bílinn, þú veist, sem alveg bara, er ég að fara að gera þetta, veist, bara fyrstu mánuðin og árin, en svo bara, þú veist, eftir nokkur ár, þá er þetta bara líka það orðið vinna. Byrja ég alltaf daginn í workclass að lifta, eða CrossFit Reykjavík, eða hvað það er. Ok, svo er þetta bara, eftir einhvern tíma er það líka bara að vinna. En það bara á því við venjumst öllum hlutunum? Ég held að það sé hluti að því, sko, eða allavega að þú þarft að minna þig á að þakka fyrir það sem þú hefur og vera ástríðufullur í því. Og fyrir mig var það mjög svona mikil opinberun þegar ég fór að vinna með íþróttamönnum að átta mig á því að því ég með minn næstum 0 íþróttabakgrunn, þú veist, það hlýtur að vera gaman að vinna og svona fara á stórmót og eitthvað En þegar þú tala við þessa einstaklinga að þá er í raun og veru það og ég sé til dæmis sem Gunnar Nelson hefur sagt það mikið líka ofinbeglega hún er bara alltaf gaman að mæta aftur á æfinguna laga það sem misfórst í keppninni eða vera öllítið betri í þessu eftir að hann vann eða hvað það er að þetta eru einstaklingar sem hafa svo gaman að þú veist, the daily grind finnst bara gaman að mæta dag frá degi og gera það sem þið gera verðlaunin og viðurkenningarnar og það allt er síðan bara næs afleiðing af því, en það er ekki fókusin og mér finnst það býstna áhugaverð nálgun, sko, vegna þess að ég held að þessi möguleiki á að þú getur orðið svona hamingjusamari með þeirri leið, sko heldur en að vera fókusir á afrekið per se, af því að það er líka þekkt bæði íþróttunum og músík, ég vinnum með tónlistafunum að þú tekur kannski bara rosalega tónleika, sko stórt gig og allt fullt og rosa gaman, sko og svo bara massífu tómleiki í 2-3 vikur eftir og ég held að það sé eins með þetta, þú ert að hæpa upp alltaf endamarkið
að þá getur þú líka lent í tómleikanum hinum með, sko. Já, svona alltaf að bíða eftir því, þarna gerist eitthvað, þarna verði ánæður eða... Já, og þú veist, bara eins og klára erfa vinnutörn, eða bíða eftir sumarfríinu, eða bíða eftir því að vinna Íslandsmeistaratitilinn, skilur. Ég held ég myndi hafa lífa að reynu þar, sko. Síðan bara lyfti ég titlinum og geði gaman kvöldi og síðan daginn eftir var ég bara, á mér ekki að líða einhvern veginn öðru sig. Já, hvað nú? Hvað núna, já. Áöfgulega, bara, og eins og þú segir, í extreme dæmunum, þá kemur einmitt bara svona massífur tómleiki og bara eins og með ég rætti þetta nú einhverjum þætti með honum Tyson Fury. Já. Hann búin að bíða allt sitt líf að vinna hana Klitschko og bara, síðan manna Klitschko og síðan fór hann bara eitthvað rugl. Já. Og bara næst búin að drepa sjálfum sig, bara í áfengi og eitilöfum og bara það myndaðist bara eitthvað massíf tónleiki, það er búin að setja svo mikla áherslu á það að þarna myndan sko sigra heiminn, skilur mig. En það er þetta daglega, skilur mig, það er þetta hafa, það sem lífið snýst þetta daglega sem að gera á hverjum einasta degi, það er lífið þitt, sko. Það er ekki, þú vinnur titilin, það er ekki þú heldur giggi, það er ekki þegar þú ferði í sumarfrí, þetta er allt afleiðing af daglega lífinu og mér finnst það allavega heillandi nálgun. Já, þetta kveikt á fullt hjá mér, ég svona átt að með á þessu í fyrsta skipti, sko. Ég var klárlega alltaf að sækja það næsta. Og mögulega er það líka bara eðlilegur partur af þroskaferlinum hans. Já. Að pröfa að reyna að sækja það og annarkvæmt upplifa þennan tómleika eða upplifa eitthvað og reyna að sækja það aftur og eitthvað svona, sko. Já. En hvort það er sjálfbært út ævina, held ekki, sko. Nei, ég held að þá fari bara lífið í byggð, sko. Já, ekki nú ætlar að vera skotfimi, ég held að þú getur orðið gamall í því, þá getur þú missið sjónina. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað á fólk til að haldunni sem ekki rétt? Það heldur að ég sé hrókafullur. Hrókafullur? Já, okay. Það er svona, ég veit ekki hvort það er endilega svolítið lengur, en það var oft hannig. Og ég held að hluta til hafi verið réttmæti í því, ég held að ég hafi svona stundum falið óöryggi með því að þykjast vita betur eða vera eitthvað stærri en ég var, sko. En ég held að svona, þetta er allavega svona endurgjöfun sem ég hef heyrt, er að ég heyrði á sínum tíma, að ég geti virkað svolítið hrókafullur, en svo þegar þú kynnist mér þá kynnistu því að það bara er ekki svolítið, sko. Þá kynnistu hvað mannum hefur gefa? Já, þú veist, og ég held að ég held að það sé svolítið, sko. Þetta er svona að vera fyrsta sem ég datt í hug allavega. Ég held að ekki, ég held að hrókafulli sé örgulega bara rétt árið, sko. Það er svo oft sem við sjáum einhvern og strax búin að hólfa hann bara áður en við vitum að því, sko. Já. Síðan kynnist mannum aðeins betur og þetta er bara toppmaður, sko. Já. Þú veist, en ég held að hann væri hálfviti, sko. Já, þú veist, það var búið að segja við mig að hann væri bara algjör töffari og góð með sig og... Já, mér finnst svo gaman þegar ég þarf að skipta skoðun og svona. Þegar ég þarf að éta á hana með að mér hafi fundist eitthvað eitthvað. Já. Og það gerist alveg reglulega, sko. Þú veist. En reyndar, eftir að það er svona 10 ár síðan að ég fór að svona tilenga, 10-12 ár síðan, ég fór að tilenga mér svona ný viðhorf gagnvart þessu og eitt af því er svona, ég geng svolítið út frá því að sé bara allir reyna að gera sitt besta, sko. Veist, það gengur ekkit alltaf og það þurfi ekkit alltaf allir að vera sammála og það er ekkit endilega gott og allt það. Nei. En og ég get líka bara valið félagskapin sem ég er í, þú veist, en mér finnst þú ekki skemmtilegur og þá og við þurfum ekki að vera saman, þá get ég bara valið að reyna að hanga með einhverjum öðrum. Já, þarftu ekki að hanga með honum? Nei, en þú veist, við komum alltaf að því sama sem er að þetta er allt bara þessi vinna, sko, átt að segja á því hver maður er og hvað maður vill og hvaða áhrif hegðum maður segur á aðra og það sem maður segir og gerir og ég held að ég hef líka alveg svona haft orðað með fyrir að vera eitthvað svona besserwisser á köflum og allt það, sko. En það sem að er, sko, þú veist, mér finnst gott að heyra þetta og ég man eins þegar ég var að vinna í löggunni, sko, þá er ekki svona mikil hefð fyrir, sko, endurgjöf og ég man að ég var oft að taka kannski eitthvað stjórnendanám on the side og eitthvað svona og hluta því ég var kannski að leggja fyrir eitthvað 360 gráða mat eitthvað svo leið, sko og ég var alltaf svo spenntur fyrir því að þá gæti ég einhvern veginn, þú veist, ég ætla þið 4, ég ætla að senda á ykkur og endilega, þú veist, þetta er nafnlaust og bara gefa mér eitthvað endurgjöf. Og mér er sérstaklega minnist þetta, í einni af þeim, þá fekk ég mitt þetta sem að var, þú veist, og treysti mér. Þegar ég fæ neikvæð endurgjöf,
þá ég brjálaður. það alltaf svoleiðis, fyrst. Svo bara hef ég áttað mig á því að ef ég verð brjálaður, þá það yfirleitt vegna þess að það eitthvað til í málinu, sko. Og að einhvers sagði, þú veist, eitthvað, já, drosa flottir, bla, bla, eitthvað, en það, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Og þetta hitti mig. Þú veist, og ég sagði já, vegna þess að þú veist, ég businessleipur hérna uppi og ég businessleipur í mannlegum samskiptum og því öllu, sko. Og ég fljótur að greina og skilja oft svona flókna hluti sem þýðir að ég hleyp oft líka rætt í því sem ég að gera. Og það kannski bara ekki allir sem sjá það sama og ég. Þannig að oft var ég að búa til mjög mikið gat eða svona, já, gap eða gil á milli mín og kannski hinna sem ég var að vinna með, sko. Og ég hef verið til að vita það fyrr. Það var ýmislegt sem hefði örugglega gerst öðruvísi, en það var bara svo dýrmætt fyrir mig að fá að vita þetta. Skilur við. Þannig að við eigum þetta fallega orð endurgjöf. Það þýðir að ég að gefa þér eitthvað tilbaka. Þannig að þú það fyrirstilla einhver ákvæmna hegðun eða eitthvað, og nú ætla ég að gefa þér tilbaka hvað áhrif það hefur á umhverfið þitt. Af því að þú veist, ef þú segir mig, gestur, þegar þú segir þetta og þetta og þetta, þá hljómar rosa mikið eins og svona besserwisser. Að þá segja, ok, já, ég átta mikið á því, ég verð brjálaði fyrst, svo kemur, ok, ég átta mikið á því, en þetta eitthvað sem ég get mjög auðveldlega lagað. Ef ég veit af því. Já. Skilur við. Þannig að ef ég veit að ég geti lagað, ef ég veit ekki af því, þá minkar líkurnar dramatíst á því að ég geti lagað. Þannig að þetta mikil gjöf að gefa fólki og sérstaklega að vera traust á milli, að segja því hvað þú heldur að standi í vegi fyrir því að komast lengra að þangað sem það vill fara. Það mikil gjöf, sko. En þú getur lent í því að sendibúðinu skotinn og alls konar, sko. En í mínum huga þetta ein stærsta gjöf sem við getum gefið fólki, bara að gefa því endurgjöf, sko. Að gefa því, sko, já, og eins og þú segir, þá erum við mismóttækileg. Ég ætti kannski að bæta við umbeðna endurgjöf. Umbeðna endurgjöf, það þú segir áður. Já, þú veist, það sem að ég allavega gera í dag, skilur, ef þú spyrð mig, Gestur, hvernig podcast host finnst þér ég vera? Þá líti ég svo á að þú sést búin að opna hurðina og þá segir ég líka hvað mér finnst, sko. Þú veist, en ég ekkert að koma og segja, þetta nú alveg galið þetta, þetta herbyggja glada, eða þú veist, ef þú ert ekki búin að bjóða mér upp á samtalið. Þannig að þetta hef ég lært, sko. Já. Ég held að Gestur fyrir 10 ára síðan, hann hafi ekki verið jafn sleipur í þessu. Þú veist, þannig að og ég mjög glaður að hafa lært þetta, sko. Þannig að ef þú spyrir mig, þá færðu það sem mér finnst. Já, gengi út frá því að þú sést að spyrja mig hvað mér finnst. En en ég hættur að gefa svona óumbeðið. Mér finnst það svona, ég er alveg á sama stað, sko. Ég vill ekkert meira en fá heiðarleikann og gefa heiðarleikann á móti. Ég vil að þróa eða svona, já, við erum bara gildi í rauninni fyrir 3 árum. Þegar ég sagði ekki sannleikann og svo mikið eftir og örugglega eina sem ég sé eftir í lífinu, þorði ekki að segja sannleikann því að koma það í því að bara ýmislegt sem kom í veg fyrir það. Og þarna eftir ákvað ég mun aldrei aftur ekki segja sannleikann. En þarna eftir í slagsmálu líka við helviti mikla lífelsræði, sko, því að menn vilja ganga út úr því að við séum forritu til þess að sækjast eftir ánægju og forðast eitthvað sem sársaukafullt eða erfitt. Og þegar við erum að forðast sannleikan eða sannleikan okkar og til 3 tegundir sannleika, það önnur umræða, en að þá erum við að halda að eins og Brené vinkona eins að við séum choosing courage over comfort, sko. Við erum að halda að það sé þægilegra að gera það á eitthvað máta og það muni þú veist, verða betra síðar. Já. En það sem ég ekki mávar, þetta bara tímalína. Þú veist, nú bara tíminn. Ef ég kýs að vera heiðarlegur, það ógeðslega óþægilegt og ég alveg bara get svitna á enninu og jari. En eftir korter, þá ég búin að gleyma að við áttum þetta samtal. Ef ég eins og óheiðarleg við þig og segja, já, þú bara flottu, sko, og veist eitthvað,
og þá get ég gengið með mér í marga viku, hvað var ég að segja þetta, hvað þú veist, eitthvað og jórtra á því alveg endalaust, á hverju valdur þetta, á hverju gast ekki staðið með sjálfu þér, á hverju gast ekki staðið með viniðinum, á hverju gast ekki þannig að minnst þetta vera svona grundvallar munurinn, þetta er til í að taka óþægindin strax og líða svo bara betur það sem eftir ævinar eða ætlar að taka þægindin núna og líða svo ekkert spesa sem eftir ævinar og hugsanlega eitthvað hrannist upp og fára allt hressilega í baki því að þú veist það auðveldar að eiga við kannski eina áskorun eitt vandamál heldur en 100 áskorunar og 100 vandamál. Og þetta er svona, ég lærði það líka mjög fljótt þegar maður var að reyna að liðsina í einhverjum svona starfsmannamálum á vinnustöðum og eitthvað svona, að starfsmannamál á vinnustöðum batna ekki með tímanum og lagast ekki að sjálfu sér. Það er bara, ég hef aldrei séð að gerast við biðum bara í hálft ára og þeir bara fjallust í faðma, nei, það er bara aldrei séð að gerast þú veist, það yfirleitt frekar hefur tilhneigingu til þess að versna með tímanum þannig að það er hjálplegt að reyna að grípa inn í fyrir við höfum öll upplifað þessi óþægindi og ég minni að Brené Brown talar í bókinni sem það séu 8 sekúndur sem manni líður actually óþálega þegar maður byrjar að segja heiðarleikann eða eitthvað svoleiðis og síðan verður það ekki jafn óþægilegt lengur sko en við höfum öll fyrir fyrsta deiti þegar við ringdum í deiti sem við vorum að fara á skilur við, þegar við sendum ykkur ákveðin skilaboð eða þegar við fundum eitthvað líður eins og við þurfum að segja við ykkur annan, þetta er óþægilegt sko. Já, við erum með fyrirtæki sem ég er að vinna á Breska, það við uppgötum daginn svona eitthvað sem okkur fannst mjög fyndið, en það er pínu alvarlegið líka, sem er það sko, ef þú lest yfir tölvupóstana hérna frá því fyrra og skammast þín ekki pínulítið fyrir það sem þú vorst að segja og gera, þá hefur ekki þroskast nóg. Og það er það, veist, ég horfi stundum á greinar sem ég skrifaði, hluti sem ég hef sagt og eitthvað svona og hugsa bara þetta var flott hjá þig gestur, vel gert. En er það ekki merki þorskan? Er það ekki? Jú, það ætti að vera það, þú veist. Ég er alveg þarna líka, sko. Já, það ætti að vera það, þú hafið svona sjáur, ég kannski var ekki alveg jafn upplýstur og ég held, eða ekki alveg mikið með þetta og ég held, eða las þennan sal vitlaust eða eitthvað, sko. Já. En það verður bara einhvers virðið að þú lærir að því, sko. Já, þú ert viljum til að horfast það. Já, veist, ef þú ætlar að gera sömu mistökin aftur, þá náttúrulega hefur engin þolinmæði fyrir þér, sko. Já. Og þetta er svona, veist, þetta er erfitt einst í að fóta, þú veist, sérstaklega ef að fólk vil taka þátt í opinberu umræðu eða eitthvað svoleið, sko, eða taka afstöðu með ykkur og svo reynist það að rangt fyrir og bla bla bla, þú veist, þá getur þetta verið snúið, sko. En jú, maður svona hefur alveg litið tilbaka og sem er sér, En sér var þetta kannski bara sannleikur sem maður hafið þá og þá var það bara, þú veist sem maður trúið á, skilur mig En það er það sem við förum aftur að vítunum, sko, að þú veist að þú ert með einhvern huglægan sannleika sem er bara, þetta er satt fyrir mér eins og ég meta og sé það en svo ertu líka með einhvern hlutlægan sannleika, þú veist, það er bara aðdráttar af bjarðar sem gerir það verkum að við tóllum við það, skilur það er bara hlutlægt, mannlegt og þetta og það getur oft orðið svolítið svona og síðan geta tilteknir hópar átt sér svona eitthvað tiltekin sannleika ég meina Liverpool aðdáendur halda genuinely að Liverpool sé besta liði heimi, sko ég er bara ekki sammála allt annað kjaftaði allt annað kjaftaði, skilur við þannig að það hjálpa líka svolítið að vita hvar sannleikurinn þín er og ég hef lært það ég myndi segja bara það hard way, sko, að ég hef í gegnum tíðina ýmis staðið með eða á móti fólki sem að ég taldi mig þekkja sem að síðan ég bara þekkti ekki neitt, sko og treysti mér og illa til að fullira, þú veist, að þessi er svona, hann hefur pottet gert þetta, ekki gert þetta, það bröðist við svona, ekki svona og ég held að það sé líka bara þroski í mínu viðhorfum, sko, hversu mikið getur maður raunverulega fullirt einhvern. Nákvæmlega. Skilur, og maður sér, ég meina, á Íslandi er það þannig, þú veist, að ég held að sé 43% sko hjónabanda sem að enda í skilnaði, sko. Já. Og eitthvað hlutfall væntanlega vegna framhjáhalds eða eitthvað, sko. Og samt með tildulega hátt hlutfall sem segja að maki mér myndi aldrei halda fram hjá mér. Já.
þetta manneskjan sem þú átt að þekkja best og þekkið best og þú býrð með og gistir með alla nætur og ég fattar þau. Pælti því maður. Þú veist, þannig að hversu vel getur maður raunverulega einhvern tímann þekkt einhvern? Hversu vel þekkir maður sjálfa sig? Ef út í það að fara. Þú veist, já, algjörlega. Bara líka, þú getur kannski bara verið með doktorskráð í einhver ákveðnu, sem bara með eitthvað ákveðið svið, bara síðan lendur í einhver sem tengist í sviði og þú áttaði ekki á því þótt þú sérst bara, þú veist. Það er bara... Allar útgáfur til að þessu, sko. Alls konar. Hvað er náttborunni hjá þér? Á náttborunni hjá mér símahleðslutæki. Það einhverjar 1 eða 2 bækur, ég er með bækur út allt sko og einhverjar 2 á náttborðinu og lampi þá var það upptalið. Einhver sérstakar bækur? Núna hef ég verið að lesa, ég er með nokkar í gangi einu, ég er með bók sem heitir Innovation Sucks sem er skrifað félagi mínum og var að koma út bara núna. Ég var að hendi mér í Seligman, Martin Seligman, og ég kann að heiti bókina sem hann raun og veru setið fram kenningunum held ég jákvæða sálfræði og Learned Optimism heitir hún. Learned Optimism, ég er að lesa hana. Komst að því að hann skiptir þessu eitthvað A og B, eitthvað mælikvarði eitthvað og öðrum megin ég svona meðalmaður, hinum megin ég svartsýnismaður dauðans, ég skoraði mínus í einhverju, veist ég bara ákvarði þetta. En ég er að lesa það. Það er bara, ég geti verið allan dag að tella upp ykkur bækur, sko, en þetta er svona það sem hefur verið hendur næst undanfarið, sko. Þú sagði einhvern tímann við mig að þú lærir meira af aðstæðum öðru fólki heldur en bókum. Já, ég er svona sko, ég les mikið, alltaf lesi mikið og les alls konar og ég tek svona eitt og eitt sko af því sem ég les og finnst áhugavert sko en ég er svolítið sammála því sem að Brené Brown sem að ég lesi tölvöld af líka segir sko að leiðin þú veist úr höfði niður í hjarta liggur í gegnum hendurnar þannig að þú þarft að taka á einhverju, prófa eitthvað og gera eitthvað til þess að athuga hvort að það virkar eða virkar ekki og ég held að þetta sé að mörguleiti það sem að við erum að glíma við í dag þú veist, í þessu óbúslega upplýsingaflæði sem er í boði, eins og við ræddum á hann að geta allir náðu sér í hvaða þekkingu sem er hvað sem er en ég held að það sé miklu minna það að fólk sé síðan að taka þá þekkingu og bara put it to the test sko og það er til nokkrar útgáfur að þessu ég vitnastundum í Von Moltke Greifa sem var prússneskur hersöðingi og hann sagði sko no plan survives contact with the enemy og Mike Tyson orðaði þetta örlítið kannski meira nútímalega hann sagði everybody's got a plan until they're punched in the face þú veist þannig að ég get lesið eitthvað í bók og talið mig vita og kunna en það er ekki fyrir en það reynir á það þarna út í veruleikanum sem að ég veit hversu góð tök ég hef á því sko þú veist þannig að ég segi eins og oft sagt sko að það er eitt að vita hlutin og annað að vera holdgerfingur já, akkurat að vera holdgerfingur þess er og ég er svolítið upptekinn af því þessu bilið þarna á milli og brúa þetta bil á milli af því og ég er upptekinn af því vegna þess að ég er ekkert endilega frábær í því sjálfur sko þú veist, ég veit alveg hvað ég þarf að borða og gera til að handa að vera í standi, ég bara gera það ekki sko, þú veist, ég er ekkert öðru svona aðri þegar ég kemur að því. Ég maður því ég var yngri þá var ég mjög mikið að lesa og vissi eitthvað hlutin en vissi samt í rauninni ekki ég vissi gat sagt þau frá honum alltaf, en ég hafði samt ekki tenginguna á upplöðan, en síðan seinna mér í lífinu þá hefði við bara grifið mig, þetta er hann sem ég var eitthvað að læra sem ég held ég vissi eitthvað en núna veit ég nákvæmlega hvað ég er að tala algjörlega, og þetta tekur og ég meina þegar maður skoðar það eru bakkar 5-6 ára aftur í tíman, þá heldur fremstu vísindamenn í taugalíflisfræði að heilin hætti að mynda tengingar eftir 24 ára aldur sko og nú vitum við að það gerist bara fram á dauðadag nánast sko og það er áhugavert líka þá veist að ef þú getur ekki mynda nýja tengingar að þá faktist ættir ekki að geta lært á snjallsíma sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, en við verðum geta gert það. Þú veist, þannig að þegar maður hugsar það, þú veist, þá bara, þetta make a perfect sense, en þú veist, þannig að við erum alltaf að læra eitthvað nýtt og en ég held að það sé
stundum að vera svolítið gata á milli þess að læra og gera og það dýrmætt þó að sé ömurlegt að gera mistök sko. Já. Þú veist að þá lærir maður oft meira af því heldur en nokkuð, ég hef hitt fólk í viðskiptum sem segir bara ég hef aldrei lært eins mikið eins og þegar ég var gjaldþrota sko. Ég hef aldrei lært eins mikið eins og þegar síðasta hugmynd feilaði og það ekki þar með að það sé eftirsóknarvert af því að það það alls ekki, þetta erfitt og við taka erfið ár og erfið tímabil og allt það en þú verður að geta lært af því sem hendir þig sko, upp á að geta annarkvæmt forast sem mistök eða gert betur næst sko, eða breytt sorgunniðnum í sigra og eftir því sem að heimurinn breytist hraðar að því mikilvægara verður að við getum tilenga okkur eitthvað nýtt hratt þú veist, ef maður sko að manneskjara núna þá það svona reskilling það sem efst á baugi, hvernig kennum við öllu workforceinu að vinna upp og nýtt við ný störf sem ekki orðin til og allt þetta sko. Er maður ekki alltaf læra aflæra, endurlæra í rauninni, það veist Jú, það ætti það ekki að vera kannski heilsusamleg Jú, þeir segja þetta sko taugalífeðlisfræðilega þá sé að þetta eitthvað sem heitir lögmál Hepps sem sem sagt neurons that fire together og wire together og þetta svona skjásta dæmi sem ég veit úr eigin lífi það, þú veist að þegar út lögreglumæður að þú veist að það þekki allir þess að grilllyktin á sumrin allir bara gott, við allir bara grilla þegar út búin að fara í fyrsta verkefni þar sem að einhver brann inni þá verður til önnur hugartenging við grilllyktina og og þá segja menn sko, já það raun og veru auðveldara að mynda nýja tengingu heldur en að rjúfa gamla tengingu þannig að í staðin fyrir að vera alltaf að reyna og grilllyktin, minnir maður hvað sem var ræðilegt og ég veit að reyna að leggja þá vinnuna í að tengja hana við eitthvað annað þú veist, þannig að já, alltaf þegar ég kveikja grillu og fara að gera eitthvað þá það því fjölskyldan eitthvað whatever það sko, þetta ekki einfalt en menn tala það og hafa, kannski búið að endur rannsaka það að þetta tómvillisa en að það sé auðveldara að mynda nýjar tengingar heldur en að rjúfa þær gömlu sem fyrir eru. Já, að ákveða að reyna að losna með einhverja tengingar af fyrst að koma með einhverja tengingu í staðinn. Já. Ég held sér saman eins og með venjur að tala að þú veist það sé svo erfitt að hætta bara einhverju þú veist að hætta bara súkkulaði en miklu öðaldar, heyrðu, ég með vínberina bláber í skápnum, ég ætla að fá með þau í staðinn þau gefa mér svipuð verðlaun, ég fæ smá sykur og gefa mér svipuð verðlaun að það verði alltaf að sé miklu áhrifaríka að koma eitthvað í staðinn því að tengingarna dofna í mennunum en hún myndar einhverja nýja tengingar með því að tengja þá jarðaber við þú veist, þú fær bara cravings þú ert bara mat, bara mér langar í eftirrétt og hérna sem að gera stundum og maður fær sér jarðaber frekar en súkkulaði þá fær maður að tengja frekar jarðaber við góðu tilfinningar sem maður fær, velun sem maður fær en svo erfitt að vera bara ég ætla að koma súkkulaði, ég ætla bara halda mig og bara vilja styrkurinn og þá dettur einhvern tímann eftir á súkkulaðinu sko. Já, það líklegt sko. Það make a sense sko. Hvað að finnast það sem þú lent í nýlega? Hvað að finnast það sem að ég hef lent í nýlega? Nærtækasta dæmi bara ég átti frí í dag og var að taka æfingu í morgun og ég æfi oft með góða aðstöðu heima þannig ég æfi stundum með konu minni og elstu dóttur okkar og elsta dóttur okkar tók upp á því í morgun að fara við vorum að hita okkur upp og svona eitthvað, ekki endilega alveg að nenna þessu þá fór hann að dansa svona eins og uppblásnu kallarnir á fótboltavellanum og mér fannst það viðbjóðslega að fyndi það þarf oft ekki mikið til sko. Það svona, það að finnast það sem ég lenti í nýlega einfallega bara þegar það gerist í morgun sko. Ég held að þetta sért sko fljótast að hinga til að svara spurningu sem kannski lýsi því að þú ert þokkalega meðvendar hvað vart að gera svona flestum stundum. Já, ég reyna að vera þú veist, en ég hef líka ég segi það oft, ég á eftir að skrifa bók og bókin hefur vinnuheitið hvernig allt sem ég kann veit og skil mannlega samskipti og gera ógeðslega vel út í samfélaginu nullast út þegar ég kemur við þröskuldin heima á mér þannig að ég vissulega reyni það tekst ekki alltaf en ég vissulega reyni og þetta hefur alveg langan tíma verið kannski svona bara veikleiki hjá mér að ég get alveg leyft mér að vera full svartsýnn oft á framtíðina sko. Þannig að ég reyni að pikka upp stundir eins og þessar og reyna að líma þær inn í minnið og rifja þær upp þannig að ég svona sé heldur sóla megin lífinu heldur en hitt sko.
þetta hérna eitt áhrif til þess bara inngripi í jákvæðri sálfræði, það bara að vera meiri að innleiða þessar venjulegu, daglegu upplifanir, skilur mig, að sjúga úr því allt þetta jákvæði, þá festist það meira í minnunni, skilur mig. Þetta er allavega í mínum heimi þetta kallað emotional mastery, þú getur þess að vera kortlagt hvernig þú upplifir tilfinninguna, hvar finnur þú fyrir í líkamannum, hvað orka er í henni, er hún að púlsa út frá þér, er hún inni þér, hvernig er hún á litin, hvað, það kemur á daginn þegar maður framkomið þessar æfingar að alla tilfinningar hafa ólíkt svona lífeðlisfræðilegt signature. Ég finn fyrir kvíða í kviðnum meðan ég finn yfirleitt fyrir gleði eitthvað staðar hér uppi. Ef ég loka augunum og hugsa frábæran dag þá bara sé ég oft einhvern veginn fyrir mér gult og eitthvað svona ef ég hugsa jarðarför ömmu minnar þá bara sé ég fyrir mér svart og sorg og og streiður rautt og jafnvel sko, þetta er ólíkt ég ger þetta oft svona einhverja sambarlegar æfingar með fólkinu sem ég að starfa með og það getur verið ólíkt fyrir hvert sem er og mér minnist það það var eitt íþróttamæður sem ég var að rauna með og það mitt sko bara lett í einhverju vesinu og var ekki að performa og ég hitt hann í klukkutíma og útskýrði fyrir hann aðeins líf og sagði hana, keyrði hann svo ekki að meina svona æfingu og hann fann einhverja tilfinningu sem hét, Ronaldo á Víkingsvellinum hann skýrði hana bara það og það var bara eitthvað svona tengt einhverju atviki það sem að í einhverju leik það sem honum fannst hann bara vera geggjaður og eitthvað svona og hann bjóð sér svo til þá rútínu að fyrir hverja æfingu og hvern leik þá settist hann einhvers staðar í friði andaðis og rifjaði svo upp þetta og maður sér þegar fólk byrjar að gera þetta það koma svona brosvipurur það svona breytist væpið hann var að gera þetta þannig að hann stilti sér þannig inn á það sem hann var að fara að gera hann bara masteraði tilfinningu sem var góð og sótt hana bara aftur og aftur og aftur og það og við getum æft þetta en margir er að æfa allan daginn helvitis ríkisstjórnin og svo nú þetta og svo nú þetta og svo nú þetta og svo alltaf reykur sig ykkur utan í bílinn minn þetta er nú meira hvað lífið er ósanngjarnt og auðvitað ef þú æfir þetta þá ertu þetta bara að æfa náttúrulega kvíða og deburð og ósanngjarni og leiðindi og allan daginn sko þannig að líklega fer þetta einhverju marketir í hvað æfum líka sko Mér finnst mjög áhugavert hvað ég getum kalla fram einhverja tilfinningar sem ég bara myndi biðja að ímynda þér síðast augnablik sem varst bara himinlifandi. Þú myndi bara ímynda þér að ég var bara annarkvort fann ég bara ég með fyrirlestur og ég fann bara hvað ég var að hjálpa öllum með eitthvað svona og einhvern veginn eins og þú talar þá kemur allt í henni bara brosam sko. Og maður allt í henni bara orðin alltaf meðslíkur. Já, finnur það bara. Og það er yndislegt. Já, geggja. Alveg geggja. Það er geggjað sko. Hvað helst einu sem verið satt en þú ert á öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Hvað held ég einu sem að verið satt sem að ég er á öðru máli í dag? Það fyrsta sem kemur upp í hugan er bara það sem að við rættum á hann sem er það að þegar ég byrjaði í lögguna þá held ég að ég var alveg með það og það reyndist ekki var rétt skilur ég held að heiminu var í svarthvítur ég varði lögregluna í hverja einustu fermingaveislu og partíi sem ég fór í mörg ár sko gerum ekkert vitlaust sko við erum þetta allt upp á 10 og ekki bara ég heldur, allir sko og svo bara eftir því sem tíminn líður þá lærir maður það að heimurinn er ekki alveg svarthvítur og það er fullt af gráum svæðum og maður vissi ekki helminginn af þeim og hlutinir gerast öðru heldur maður heldur og allt þetta sko. Tengist það því þá tala áðan með einhvern einstakling, þú hefur ekki eða einhverja hugmyndir svo Liverpool er besta liðið, skilur mig að það sé ekki svona... Já, mögulega, ef við notum það sem dæmi, þú ert kannski die-hard Liverpool fan, skilur, og elskar liðið og bara þetta besta liðið heimi, sko, en svo alltaf kemur ykkur og fer með ekki með 7 glærur á frammistöðu Liverpool frá 1926 til dagsins í dag og þá bara, já, ok, þetta er ekki alveg kannski eins og ég held þetta væri, sko. Og það er eins með, endurgjöfuna, þú veist, ég held alltaf að mitt hlutverk væri bara að keyra áfram með þess rætt og ég gæti, sko. Þá getur leikur bara að peka heim og segja, gaur, ef þú vilt fara langt og vera í svo lengi, þá skaltu frekar að fá fólk með þér, heldur en að vera alltaf að vera að toga það áfram, skilur. Og
þannig að það er líklega svona hlutir sko sem þetta þrjú. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplifað lífinu þessa? Ég myndi segja að það er alveg klárt mál. Þegar ég var 29 ára gamall þá svona var eitthvað röð atvika sem var til þess að ég fór að skoða meðvirkni í eigin fari og ég fór inn í eitthvað prógram í því og tók að þeim málum og það gjörsamlega breytti lífið mínu að öllu leyti fullkomlega og það er bara að ég skal bara bjóða hverjum sem að setja hvaða mælistíku á líf mitt fyrir og eftir sko, hvort það er fjárhagslega í samböndum, hvernig ég bjó, hvað ég gerði, hvað ég dreymdi, hvað mér leiði mér að gera og ekki gera allt þetta breytti leiknum, bara fullkomlega og það er í mínum huga svona helsti vendipunkturinn í mínu lífi sko og þeir eru nú nokkar held ég en þessi var án efa svo stæsti sko. Þetta það áttaði á hvar þú varst meðvirkur og já, ég bara í grundvallar atriðum, þú veist, áttaði mig á því að ég hafði lítið gert að því að elta eigin vilja og elti mikið það sem að ég hélt að aðri vildi fyrir mig og ég var lélegur í að setja mörk og fyrir viki var ég líka lélegur í að segja sannleikann oft. Það var svona alls konar hluti sem ég var hræddur, mjög hræddur og fyrst og finnst hræddur við það sem öðrum fannst mig. Þannig að ef þú, veist, við hefum heist og svo, nei, blessaður. Það er bara, shit, hann hefur skotið mín ljótir. Ég ætla að selja sko, ég fer aldrei eftir sko. Þannig að maður svona bara lét stýrast af alls konar hlutum og það var bara rosalega, þetta er bara stærsta þroskastökkið sem ég tekið á minni ævi var að fara inn í prógramtengt þessu og gefa mig allan í það og koma út úr í hinum og ég literally kom út úr í hinum megin bara með, bara sléttari húð og léttari skrefi og brosti meira og það var bara eins og ég hefði bara settað sko 50 kíló sko. Var eitthvað eitt stórt svona aha-augnablikana í þessu námskeiði eða bara svona heilt í lífið? Já, þetta var svona, nei, ég myndi segja að þetta var svona hægt og róla. Ég segi, ég fengi þetta allt í einu bara þá hef ég bara labbaði í sjóin, sko. Þetta bara, þannig að ég fekk þetta bara held í þeim skömmtum sem ég þurfti á að halda og vissulega voru eitthvað svona stórar uppgötanir inn á milli. Og það er það sem kannski fyndið með þessa hluti sko að allir þessi hlutir og þess að þetta kalla uppgötun eru alltaf að gerast maður bara sér það ekki þannig að það breyttist ekkit í heiminum sko. Þú sást hann bara öðruvísi þú tókst eitthvað inn í mengið sem að þú hafði bara ekki leitt hugana áður og náður að setja orða og tilfinningar á eitthvað svona og fyrir vikið þá breytist heimurinn hann literally breytist en það breytist ekkit í honum það bara þú þannig að það var þetta var stærsti vendipunkturinn svo hafa verið aðrir minni og mismerkilegir en alltaf eitthvað Hver er uppáhaldstilraunir þín og af hverju? Ef þú gerir eitthvað þá gerist eitthvað það er uppáhaldstilraunir mín Ef þú gerir eitthvað þá gerist eitthvað? Ef þú gerir eitthvað þá gerist eitthvað og hún kann að hljóma mjög einföld en hún er það ekki og þetta er svona hugtak sem að ég læriði þegar ég fór að skoða þessa hluti þegar ég var 29 ára og ég hafði áttað mig á því sko að ég til dæmis var með ég sé mögulega einn af þeim fyrstu sem var með svona langtíma leigu á bíl þegar ég var sko tvítur bara það bara konseptið var ekki til þá held ég og vegna þess að ég hafði séð mynd sem hétt Gone in 60 Seconds og ég vildi ekki vera með neitt í lífinu sem ég get ekki labba frá fyrir næsta ævintýri sko. bara geta að skila bílum og bara fara til Hawaii og eitthvað gerði ég það eitthvað tímann? Aldrei ég hugsaði bara það þannig að þetta er svona sagan af froskunum þremur sko. Þannig að 3 froskar eru og fljóta niður ána á liljublaði og einn ákveður að hoppa hvað er margir eftir það eru 3 af því að hann ákvaða bara, hann gerði það ekki þannig að sko
að það sama var með mig, alltaf með rosalega miklar hugmyndir og pælingar og ég geti gert þetta, hitt eitthvað, en ég gerði ekkert og ég gerði ekkert að því ég var svo hræddur hvað öðru fólki myndi finnast mig ef ég yrði nú bara allt inn lögga, eða ef ég myndi hætta því og fara að læra flug, eða ef ég myndi þykjast reyna að vera einhver íþróttamaður, eða ef ég myndi glíma í mjölni eða eitthvað, allt þetta. Og þetta þrengir svo mikið að manni þegar maður er alltaf að taka það sér, þannig að og vegna þess að maður er alltaf að taka ákvarðanir út frá útkomu. Ég ætla ekki að fara í brasilískt jiu-jitsu af því að ég getur ekki orðið góður í því og þá verð ég bara hallaræslegi gamli kallinn sem kann ekki að glíma ergo ætla ég ekki að gera þetta. Útkoman sem ofta er hún vanlega versta útkoma sem getur. Já, klárlega. Þú veist, þannig að ég lærði þetta, ef þú gerir eitthvað, þá gerist eitthvað. Sem þýðir það bara að þú þarft bara að setja hlutina í motion og svo kemur eitthvað út úr þeim. Hvað sem kemur út úr þeim verður breytt miðað við hvar þú ert núna. Kannski fyrir það vel, kannski fyrir það illa, skiptir ekki öllu máli. Þú þarft bara að setja það í motion. Þannig að ég, mér finnst þetta, og ég tengi líka við þetta að því að, þú veist, ég hef, ólíkt því sem margir halda mig, þá hef ég oft líka strögglað við að setja hlutina í motion. Þannig að ég mantra þetta stundum bara, veist, ef ég er ekki sáttur með hvað er í gangi, eða mér finnst ég þurfa að breyta eitthvað, eða skoða eitthvað, að gera eitthvað, fucking gera það. Keyptu gíð, keyptu hvítabeltið, mæta á einhver. Kannski verið leiðilegt, kannski verið gaman, kannski verið þreyttur, kannski verið lúskráðir, allir sama. Þannig að þú veist, nú er ég 10 ár búin að vera hvítbeltingur í brasilísku jiu-jitsu. Ég held að sé svo, sko sérstaklega hjá fólki sem er að taka stórar ákvarðanir, það getur bara lamandi. Þetta er lamandi. Og fólk er bara að hugsa, já, heyrðu, aðrir komið lengur en ég þarna og hvað er þessi, finnst þú þetta, ok, hvað verður þegar ég verð loksins lögreglumar, já, ég myndi ekki fíla, þetta er ekki nógu vel borgað og þetta er bara, heyrðu, ég myndi sjá eftir þessi 50 ára og sem gerir bara það er bara auðveldur að láta frá sér, hætta að hugsa þetta algjörlega. En þá væntanlega gerist ekki neitt á meðan. Þá gerist ekki neitt, sko. Þetta er stundum kallað analysis paralysis, sko. Þú greinir svo mikið að gerist ekki neitt. Og þetta er gott dæmi sem nefnir, að því að ég er aðalega að vinna með fólki í viðskiptalífinu og bla 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 og hingað þangað heiminn og eitthvað, kemur alltaf fyrir reglulega á vorin að konandi minni hringi mig og segja, getur þú talað við son minn eða dóttur mína eða eitthvað, að því að hann eða hún er að klára menntaskóla eða klára hann í fyrra eða eitthvað og veit ekkert hvað hann vill, skilur við. Og ég segja, ekkert mál. Svo var maður að tala og hlusta á krakkana og þá kemur alltaf á daginn, þú veist, að fólk heldur að það sé að velja sér lífstíðarpað, þú veist, ég bara ok, ef það er lögfræðin, þá er hún bara 5 ár og svo eftir það og eitthvað, eða viðst það og eitthvað, og maður bara, gaur það verður ekkert eins eftir 5 ár, sko. Þú veist, ég skal bara lofa, gott mím sem gekk á internetinu sem var, sko, tengslinn milli háskólagráðuna minnar og þess sem ég geri, og það var svona gæi í fullum kafaragýr að labba í eyðimörk. Þú veist, þetta er bara svona. Þú veist, þú lærir eitthvað, það eru litla líkur á að fara að vinna við nákvæmlega það. Ef þú fyrir að vinna við nákvæmlega það, þá eru nánast enga líkur á því að þú gerir það alla ævi. Þú veist, fólk er að skipta núna, þú veist, það var áður óþekkt ef þú lærði flug, þá varstu bara flugmaður og síðan flugstjóri og síðan fórstu eftirlaun, 60 eða eitthvað. Núna er fólk búið að taka atvinnuflugmaður og fljúga þess og fá á hausina og fór að bara læra húsasmíði, skilur við, bara ekki, veist, bara fólk gerir alls konar og það er geggjað. Af því að út úr því kemur líka nýsköpun og nýjar hugmyndir. Þannig að oft er þetta bara svona að hjálpa krökkunum að þess að leiða þetta, veist, bara, gaur, þú ert ekki að velja framtíðina henni núna, sko. Þú ert bara að velja að gera eitthvað, af því það gerist eitthvað. Þannig að bara veldu eða leiðilegt, fókinn skiptu. Það er ekki þitt flókið, sko. Og þú tapar því að þá er ég búin kannski með heilt ári í vistafræði, en dreistum mér, tapar enga á því, sko. Hversu mikið lærir þessum á þessu heil ári, já, þú veist, ég ætla að fara, og mér er sérstaklega minnist að þetta er ógeðslega flottur stjórnandi sem ég hef verið að vinna með, sem að byrja þessum feril á skyndibitastað og ætlaði bara verið í því og honum fannst þess bara, hann segir sko í dag bara, ég vil bara læra allt sem ég veit stjórnuna því að reka skyndibitastað, sko. Veist, bara, hvernig maður kemur fram með fólk, hvernig kemur fram með kunna, hvernig þú lagar vandamál, veist. Þannig að þú veist, það og ætlar að fara að vinna á American Style í sumar, treystu mér, það er ekki dauðadómur, það er fullt upp úr því að hafa. Ef þú ert opinn fyrir að læra það sem er í boði þar.
þú veist, þannig að ekki, þú veist, vera að lemja þig niður að því þú ert í bæjavinnuninni eða því að þú ert að, flest bara að fara í fisk á Húsavík eða þú veist, þú ert að gera eitthvað til að redda þér. Þetta getur algjörlega undirbyggt hvað sem þú ætlar að gera í framtíðinni. Eða ef þið leiðist í náminu og þú ert að pæli að skipta en bla bla bla, þú veist, já, bara gerðu það eða gerðu það ekki, skiptir einhver máli, útkoma verður einhver og þú þarft að gera eitthvað. Þú lærir alltaf að því sem þú gerir. Alltaf. Og líka ef maður gefur sér bara prófa eitthvað nýtt og leggur sér allan í það, bara og bara í miðan og sko látt í rauninni. Já, þú getur gert það, þú getur annarkvort lagt allan í það, lagt ekki neitt í það og mætt bara all böllin, skilur eða eitthvað, þú veist, það kemur eitthvað út úr þessu öllu, sko, en ekki láta óttan við framtíðina lama þig, sko. Já, því þá myndi aldrei gera það sem mun láta þig átt á þessu eða læra þá bara að lama þig. Bara fastur. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Ég trú ekki að ég sé að fara að segja þetta, en það líklega makros. Ok, já, King Inga Þorfa. Já, King Inga Þorfa. og ég skal segja hvers vegna, af því að ég var brjálaður út í hann fyrstu 2 augunar, því ég gerði ekki nema bóln út og mér var enga buxur passa mig og allt í djöfusis skralli í skrúfunni, aldrei borðaði ég mikið á ævinni. En það sem lagaðist hjá mér og ég fann strax var þrennt. Framist á æfingum batnaði verulega og ég hætti að vera bensínlaus þegar ég var að æfa, sem var bara mjög algengt af því að ég fór í makrosið úr föstum, alltaf að fasta aldrei og tók 3 daga og tók allt þetta og en var það svo oft bensínlaus einhvern veginn. Það lagaðist og ég recovera núna bara, ég tók hörku high intensity æfingu í morgun og bara 6 mínútum eftir hann var ég hættur að svitna, ég er bara til í hvað sem er núna. Það er eitt. Annað er og það sem komið mest á óvart er svefnin. Svefnin hjá mér hefur tekið svakalegum framförum. Ég var svona, ég segi með eitthvað heilsúr og eitthvað og held að var alltaf eitthvað svona 5, 10, 15 mínútum í eitthvað djúpsvefn og eitthvað, þetta er nú reyndar ekki mjög akkurat mæling, þetta er eitthvað svona viðmið. Þó svefnliðið segir nú að maður get ekki mælt munin og djúp og REM með úri. Fæn, allavega. Og ég er bara komin upp í yfir klukkutíma á hverju einustu nóttu. Ég sef draumlaust og ég hef ekki snúsað í 4 vikur, sko. Þannig að það er eitthvað algjört magic fyrir mig. Þriðja er, ég finn fyrir minni bólgum, ég fann það líka á föstunni, en núna með hvað ég er að borða mikið og hvað er að gera eitthvað svona, þá finnst mér ég bólna ekki upp í mjóbaki eða eitthvað, sko. Varstu þá að borða of mikið af, þú veist, annarkvort kolvetni eða... Sko, ef þú ert í föstuleiknum, ekki gleyma því að þegar þú ert að borða, þá þarf það fucking borða rétt. Já. En margir fasta og taka svo bara pizzun í hádeginu og eitthvað gott kvöldið, skilurðu? En þá hefst, það er það sem ég er að segja, það eru 2 hliðar á þessum peningi. Já. Þú veist, þú getur ekki bara fasta og halda og fáir öll benefitin og getur svo bara borða þessu astni. Og aftur, þetta eru hlutir sem ég hefði mjög gert að vilja vita þegar ég var á hátindi míns ferils í sérsveitinni að hlaupa og lyfta og djöflast og eitthvað svona. En þetta hefur breytt leiknum miklu meira heldur en ég hélt og þorði að vona og líklega þarf ég að haldast í þessu eitthvað lengur heldur en ég hefði ætlað. Mér langar að prófa þetta. Já, ég er spennt fyrir þessu þegar ég ætla að henda mér síðan í blóðpröfu í sumar og sjá bara hvort það er eitthvað breyst í spekkunum með þegar ég fór í blóðpröfu fyrir það, sko. Já. Þannig að ég var hissa. Já. Makrósmaður. Já, og hann líka næs gaur. Ég er gaman og þetta lið sem er að vinna með honum er mjög peppandi og skemmtilegt. Ánægður með þetta samfélag líka bara. Þetta er bara búið að mynda allir að taka hann og hann bara repostar. Það gerir þetta náttúrulega ef maður tekur setur á sig bara svona business-glerun og fyrir að greina þetta eins og svona, þá gerir hann þetta mjög smart, sko. Mjög vel. Hann gerir það, sko. Hann er líka bara mjög viðauðkunnulegu náungi. Þú finnur ekki típiskari Akureyring. Hann er bara poster boy fyrir Norrlandið, sko. Ég var skemmtilegur. Þessi er svolítið spennandi, sko. Ímyndaðu þér að það var eitthvað að dæma þig og gæti sett frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl af öðrum. Hver væri svo óvinsæla skoðun?
ekki hægt að dæma mig og geti sagt frá einhverju sem að væri mjög óvinsælt. Ég veit ekki hversu óvinsælt það geta orðið, en sko í mínum huga að þá eru flest ef ekki öll kerfin sem að við höfum í vestrænu samfélagi, löggæsla, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og þetta í opinbera, hvernig við tökum ákvarðanir í þágu samfélagsins og allt þetta. Ég held að þessi kerfi séu öll meira og minna komin yfir síðasta söludag og það muni vera meiri áttar vandræði í samfélaginu hjá okkur á næstu árum ef við förum ekki mjög hratt að endur uppfinna hvernig við ætlum að gera hlutina. Og það þýðir það að sko að og það er mikil sko andstaða, mótstaða, ekki andstaða, mótstöðu. Það er mikið mótstaða við breytingar í vel flestum þessum kerfum. Þannig að ef viðkomandi kerfi er nógu heppið að vera leitt af einhverjum framsýnum, þá er sá framsýni einstaklingur í hörku fokkingslega á hverjum einasta degi við að reyna að fá fólk til þess að breyta því hvernig við erum að gera hlutina. Og ég held að sum þessara kerfa getur enda bara í katastrófu ef við förum ekki að huga betur að því að breytast hraðar og ákvaða tempo í heimurinn í kringum okkur er að breytast. Þannig að ég veit ekki hversu vinsælt eða óvinsælt þetta er en þú veist, svona sé ég hlutina sko. Náttúrulega sko eins og þú segir þá er fólk svo hrætt við breytingar, er að halda fast í svo einn vinur minn sem ég vinn svolítið með að segja sko að stundum þegar maður er í svona slaga þá sko ef maður benda á að keisan sé nakin sko og þú vilt ekkert, þú veist. Nei, og svo er þetta líka kannski flóki vegna þess að sko fólk er ekkert endilega sko meðvitað að streitast á móti. Það bara sér ekki það sem þú sérð og það er eitt af grundvallar vandamálum sko þroska man ekki hver það var sem gerir svona skemmtilega tilhöru með börn sko, með barn sem er 4-5 ára gamalt og með blað, þú veist, og það er gult hérna megin sko og svo hvítt hérna megin og svo spyrum við, hvernig er blaðið á litið? Það er gult, en núna það er hvítt, en hliðin sem snýra mér hvítt af því það hefur ekki ennþá þróað með sér færnina til þess að setja sig í þín spór og átt að segja hvernig blaðið er á litið. Theory of mind held ég að þetta heitir. Já, ok. Ég myndi ómulega hvaðan það kemur og það er svolítið eins sko að nema þú hafi verið að skoða hvernig trendþróunin er og hvað er í gangi og setti inn í það og hvaða kraftar er að verki í breytingum og svona að þá bara sérðu kannski ekki þörfina fyrir þær. Finnst þarlendi þeir sem vil alltaf vera að breyta, bara vera svona vitlýsingar sem er alltaf í ykkur, vil alltaf gera hlutina öðru svo alltaf eitthvað að breyta og stundum er það þannig. En ég held að þú skoðar þessi kerfi, þá er mjög mikið verið að kvarta undan því að þau veiti ekki þjónustu af þeim gæðum sem þeim er ætla á þeim tíma sem að fólk vil fá þjónustuna. Eða sko á löggæsluna, þá er þetta til dæmis í kynferðisbrotunum, þú veist, sem er búið að setja fullt af penningum í og vera að reyna að breyta og búið að setja óvalega alla forgangslista á eitthvað, en samt tekur vinsla þessara mála langan tíma og sakamála yfir höfuð. Ekki bara á lögreglu, heldur líka bara síðan hjá ákæruvald og dómstólum. Og horfir á heilbrigðiskerfið, ég meina geðheilbrigðiskerfið er bara að springa, þú veist, og fullt að sögum með það, þú veist, að fólk finnst það ekki fá þjónustuna sem að það vilja að þarf að halda þegar þarf að hann halda yfir tíma og horfir á skólakerfið, þá eru stanslausa það, við séum ekki að læra það sem við þurfum að kunna og vita fyrir framtíðina og þannig að þú veist og ég held að þetta öll þessi vandamál sé að ýkjast upp í samfélagi sem verður sífellt flóknara og sífellt meiri þverstæður eru í ég meina við höfum aldrei verið tengdari en aldrei verið meira einmana skilur, þú finnir svona þverstæður út allt samfélagi, þannig að ég held að við þurfum að vera mjög krítiska og að skoða
hvernig við gerum hlutina og ætlum að gera þetta framtíðar og vera snarpari að breyta og ég held að tímið þess að taka sko réttu ákvörðunina hann sé liðinn og nú sé maður bara taka ákvarðanir sem eru nógu góðar í dag því á morgun þá er eitthvað breyst og það þarf að taka aðra ákvörðun sko. Já, þetta er að gera svona ógnarhraða við erum kannski ekki aðlagast þessum ógnarhraða sem getur verið erfitt aðlagast í en við erum kannski ekki að sko leggja nógu miklu vinnu eitt með geðheilbrigðismálin ég hefði sláandi tölundaginn hjá Héðinni Unnsteins 98% sem fer í meðferð í snemskoðun og endurhæfingu 2% sem fer í forvarnir og heilsueflingu af kostnaði og getur ímað gigantískar upphæðir í þessu en þarna finnst maður, gambliði aðeins innan gæsalappa á forvarnir og heilsueflingu sjáum eftir 10 ár þú veist en sko það sem gerist þetta er frábær punktur hér náttúrulega geggjaður og vegna þess að tíð minni í lögreglunni þá var meðal annars sérstök forvarnardeild lögð niður og það sem og átti að sinna forvörnunum eitthvað starf annar starf eitthvað allt þetta það sem gerist eins og það er það að day to day vinnan tekur alltaf yfir hvort ætlar að fara með Lúlla löggubangsa í Skógasells leikskólan eða svara útkallarinn það er útkallið, það liggur meira á því svo er bara fullt af útkallum og ekki nóg af fólki og þá fer bara vinnan í að redda og þau verkefni sem að eiga að vera strategísk og eiga að vera að setja þig á annan stað eftir einhver tíma við erum að segja, við förum með Lúlla löggubangsa í alla leikskólana og gerum það árlega og gerum þetta svona, gerum þetta þá minnkar ásókn í fíkniefni eða hvað er sem þú ert að reyna eða fólk verður að nota sætisbelti og slísum fækkar í umferðinu og allt þetta og við ætlum að veðja á þetta en við sjáum bara árangurinn eftir 10 ár og í hröðu samfélagi er þetta erfitt bett en ef þú horfir á íslenskt samfélag aftur í tíman ég meina ég held að vera 1970 eða 70 eitthvað sem að menn fara og taka $70 million lán hjá Alþjóðabankanum í Washington til þess að byggja Búrfellsvirkjun til þess að fara til þess að í raun og veru til þess að tryggja rafmagn fyrir álverið í Straumsvík en í raun og veru til þess að tryggja raforkuöryggi á höfuðborgarsvæðinu. Ef við förum ennþá aftur í tíma þá var það margir af mínum forfeðrum fyrir vestan létust bara í fjörunni að þeir kunni ekki að synda sjómenn og menn fóru bara og það voru bara byggðar sundlegar út alla kopp og grundir og sundkennsla var skylda í öllum skólum svo stofnaði menn slysavarnaskóla sjómanna hvað er að gerast í dag? Það er bara 0 andlát á sjó skilurðu menn vildi gera betur í fótbolta hvað gerðu þeir? Byggðu hallir út allt lögðu hellingspening í hellingspeninga setti eitthvað certification á þjálfara hvað er við 10 ára síðar? EM og HM með Íslands liði fólk vil trúa því að íslensk tónlist þú veist eitthvað, hvað er með svona geggjað tónlist ég meina með Björk og Móstens og menn og þetta og hitt allavega, þú veist, er það vatnið, er það álvarnir eða þú veist eitthvað, nei það er bara vegna þess að hvert einasta íslenska barn hefur haft aðgang að tónlistaskóla í 50 ár hvað hljóðfæri, þú býr í Bolungavík eða Reykjavík eða Eskifirði, það skiptir engum máli hvað hljóðfæri viltu læra á og tónlistaskólinn og við fellum bara inn í námskrana þannig að það sem þú leggur í þú farið eitthvað út úr sko þannig að stundum finnst manni þú veist að í flóknara samfélagi þá verða meiri ófyrirséðar afleiðingar af ákvörðunum sem þú tekur þannig að stundum finnst manni eins og við séum bara ekki nógu hugrökk og ég get vel skilið ég sá Bjarni Benediktsson var og Þórdís Kolbrún og þú veist að þegar þú situr í stólnum það er þetta enga smá ákvörðunir að taka sko þú veist að auðvitað er með að sita og segja þetta verður svona hins einu eitthvað en allavega in the 70s þá voru menn og hugrækir til að taka $70 million lán og fólk barist fyrir því að byggja sundlegar og sundkennslu og hvaða er allt hlutir sem hafa gagnast samfélaginu mjög mikið og við eigum bara held ég að vera svolítið grimmar og hugrækari því að skoða bara er þetta að virka, ef þetta er ekki að virka hvers vegna ekki og hvað getum við gert til að laga það og geðheilbrigðismálin eru bara eitt af því alveg eins og löggæsla, alveg eins og heilbrigðismál alveg eins og kjarasamningar, alveg eins og allt þetta dót sko. Við höfum alla forsendur til þess að gera mjög vel á Íslandi þetta eru jafnvel enn flóknari vandamál annar staðar en ég held að við verum að vera miklu meira vakandi fyrir því sko, hvernig lindir að þróast Þannig við þurfum hugrækka framsýna
einstaklinga sem eru tilbúin til að fórna einhver leiti skammunum hvað maður að segja, það sem að öskra, sko áskorun sem öskra á okkur núna var fyrst að setja meiri effort í eitthvað sem mun skila okkur til lengri tíma eins og við erum búin að gera með sundlaugunum með fótboltann nú. Já, ég meina, hugrækka framsýna þroska, ekki gleyma þroska af því að hérna sá sem er þroskaður getur tekið inn fleiri datapunkta og fundið sofistikeraðri lausnir heldur sá sem það er ekki ef þú fyrir Bandaríkjana og spyrir Donald Trump hver er lausnin á útlendingamálum byggja vekk, láta Mexíkana borga það er ekki mjög sofistikeruð lausn í hagkerfið þar sem að 40% þeirra sem halda upp í hagkerfinu eru ólöglegir innflytjendur þannig að ef þú hendir þeim öllum út á kollapsar hagkerfið þitt sko en þeir sem að segja ok, þetta er aðeins flókið, þetta eru margir hópar þetta er svona, fyrir utan alltaf veggur hefur aldrei haldið neinum úti sko eða inni, ef því að skipta þannig að þú þarft að vera að horfa á þetta með miklu þroskari augum heldur en svo að halda að sé eitthvað svona einhliða bænar í lausnir sko þannig að við þurfum, hugrækka framsýna þroska og það er businessin sem ég er að reyna að vera í Við erum að rekrúta því bara í að safna henni saman ég veit að, ég er ekki að segja það en ég held að skipti máli að við séum svona horfa svolítið í stærri mynd og hvað er að gerast og hvað mun gerast og hvernig þetta hefur áhrif en þess að þekkingin hraðinn og allt þetta bara alltaf vera meira Algjörlega Ef þú getur veifað töfraspota og list eitt vandamál í heiminum í dag hvað væri það? Ég myndi leysa hnattræna línun. Ok. Ég held að hún er áhrif á okkur öll sem búum á litlu kúlunni og ég held að hún myndi leiða af sér mjög stór vandamál ef framferð sem horfir. Er þetta ekki stærsta vandamál sem við stöndum frammi fyrir einhverju leiti? Ég meina eitt af þeim ég meina þetta er það sem maður kalla sko wicked problems sko og þau hafa svona 6 kjarnaeinkenni þú veist þau eru til í öllu vítum þau hafa ólíka hagala þau hafa ólíka lausnir þau hafa nokkur svona kríteríur og 7. kríterían er semst þegar þú ert komið lausn þá hafa vandamáli breyst þau eru síbreytileg, síkvik og þess vegna er þetta áhugavert að horfa á sko þess að maður hefur hort á núna svona pólitískt afturkvarf í raun og veru bæði Bretarnir í Brexit Bandaríkjum með að kjósa Trump og svo er til eitthvað lokal dæmi með þetta líka ákveðið afturkvarf til þjóðernishyggju og jafnvel fasisma og eitthvað vegna þess að þjóðernishyggja á engin svör við global vandamálum ef við getum leyst öll okkar vandamál á Íslandi þá þurftum við ekki að hafa neinar áhyggjur af viðbreytingum og því allu, hnattræni hlýnun. Við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af einhverju fasteignakrísu í Bandaríkjunum, sem þetta olli massífu bankahruni á Íslandi. Við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af einhverju fátækt, einhverju vesinni, skilur. En staðreyndin er svo að við tengjumst þessu öllu, við tengjumst alþjóða hagkerfinu, við tengjumst alþjóða veðurkerfinu, við lífsgæði hér, ég meina við flytjum inn meira og minna allt sem við notum og neytum sko. Og við getum keypta með því að veiða fisk og selja til útlanda og ál og einhverjum margir núna líka hugverk sko. Þannig að ég held að sko, og einhverju tala um það þó að sé svo mikið búið að sína fram á það með óvíkjandi hætti að ef að hitin heldur áfram að hækka þá verður eitthvað svona global uppskeru brestur bara á heimsvísu sem að þýðir hungursneiði fyrir milljónir manna sem þýðir að fólk fer sífellt að færast ímist norðar eða sunnar eftir í hvernig veðrið leikur okkur þetta getur haft svakalega áhrif á fiskimið við Ísland fiskurinn geti leitað út úr lögsu Íslendinga og farið eitthvað annað þannig að þú veist, ég held að ef ég geti veifað töfrasprótunum þá myndi ég klárlega að leysa þetta vandamál, ég held að það leiði af sér líka en fleiri vandamál. Ég held að þetta sé góð ákvörðun sem þú myndi taka. Ég taka. Síðan spurning. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboð að framfæra út líf þitt til annarra einslinga, hver er svo skilaboð?
ein skilaboð. Það fyrsta sem kemur upp í hugan bara að huga að þroskaðinu. Og það er ákveðin þverstæða í þessu líka. Þannig þess að mér finnst ég líka vera að sjá svona að koma upp kynslóð af bodyhackerum og gúrum og liði sem að svo mikið fókuserað á sjálfsþroska og sjálfshjálp að það sér ekki út fyrir sjálft sig. Og en sko stóra leyndamálið að sko ein besta leiðin sem ég allavega þekki til að komast úr eigin sársauka að leggja öðrum lið. Og það eru svona margar aðferðir og leiðir sem að nota það sem hluta sínu módeli að hjálpa öðrum. Og þannig að ég myndi leggja það til að maður reyndi eins og maður gæti að huga að eigin þroska, ekki endilega að láta bara lífið þroska þig, ekki fara að skoða málin þegar konan er farin eða þegar þú ert farin að drekka aðeins svo mikið eða þegar þú ert farin að snorta eitthvað í nöðsina eða þegar þú ert farin að gamla peningunum þínum eitthvað, skoða aðeins fyrir svona hvað er að gerast í þér og eitthvað og umhverfiðinu líka. Þannig að það er, ég held að það sé skammvinn gleði að vera egocentriskur biohacker sko. Þú þarft að búa í og mér er sérstaklega minnist þetta að maður sem ég vinni á Bretlandi, hann gerði eitthvað tíma svona heart rate variability tilraun, hann er læknir og gerði læknisfræðilega tilraun á Búddamunki einum að bara hægri höndum Dalai Lama og mælingin hans kom alveg hræðilega út sko. Og hann segi, þú ert þessi upplýsti Búddamunkur, skilurðu, veist sannleikann um lífið og allt í gangi. Hvernig stendur á því að líflýsfræðin er svona léleg? Og þá sagði munkurinn, because I have to live in the world. Það er ekki allir eins og hann, sko. Og hans verkefni er að hjálpa hinum að verða betri, að hafa meiri vitund og sjá meira og skýrar. Og það kostar bara svakalega miklu orku. Þannig að ég held að þú veist ef að ég þroska mig og við þroskum okkur, ég og þú, að þá þroskast samfélagi. Skilur, þannig að ég þroska mig, við þroskum okkur, að þá þroskast hvað sem við erum að gera og þá ná að nálgast það með öðrum og betri hætti heldur en við erum að gera þetta og það verður full þörf á því. Þau er alltaf að vera flóknar og flóknar í vandamálin. Og ef ég lærti eitthvað í heimahögunum að vestan, að þá er það að þú gerir ekki raskat ekki raskat. Þú veist, það er alveg sama hvað þú ætlar að taka þér fyrir hendur, það þú þarft alltaf ykkur að aðstoð við eitthvað sko. Því að enginn kann allt en allir kunna eitthvað. Þannig að ég myndi setja það út í kosmosið. Ég held að summera þessu upp sko. Þetta er kannski undirliggjandi aukna meðvitund með sjálfan sig, fólki í kringu sig, að grípa sjálfan sig, gera fleiri hluti sem maður veit að sé gott, reyna að grípa sjálfan sig skuggaliðar þegar maður veit að þegar maður hefur mist í sig eða þegar maður fær endurgjöf. Og að gera sitt besta í að þroska sjálfan sig og þroska aðra í leiðinni og þannig hefur maður góð áþrjá á vinni sína fjölskyldumeðlimana og það spýtist út í þeirra vinni og fjölskyldumeðlimana og vinnufélaga og þá verðum við meiri þroska reynslu líka og þá verðum við fleiri flottar reynslu til að takast á við krefandi heim sko. Já, ég held að það sé bara nokkuð góð summering sko. Ég hrifst svolítið að Joseph Campbell sem að skrifa Hero's Journey og hann talar sko the innermost cave, þú veist, og hann þekkti að drú Star Wars sem að Logi stendur fyrir framan hellin og fer inn í hellina sem að finnur er hann sjálfur og maður þarf að þora inn í hellin sko. Ég fór djúpt inn í hellin og það sem ég fann var að ótti álið annar að stjórnaði lífið mínu og þegar ég fann það þá hætti hann að gera það og þegar hann hætti að gera það þá breytist lífið mitt en það var óþægilegt ferðalag sko. Þannig að það er þetta, þú veist að maður verður það kostar, við verðum að þora sko. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. There you go. What you most want to find is where you least want to look. Já, akkurat. Það er Campbell.
Já. Kunni þetta kallinn. Hann var alveg með þetta og ég held sér bara góð loka orða á þessu yndislega spjalli. Ég ætla að þakka að kærlega fyrir að gefa tíma til að koma í spjall og ég sko bara dáist að þér og því sem þú gerir og ég held að ég hef lært hellingi í spjallinu í dag og ég mun læra ennþá meira því að hlusta þetta aftur og vonandi hagnýti ég eitthvað því strax inn í heiminn heldur en bara að vita því. Ég er bara að þakka kærlega fyrir mig, það er ótrúlega gaman að fá að koma. Og bara áfram þú. Áfram sem þú sem leiðis og gangi vel. Takk sem leiðis. Takk kærlega.